Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðaradeildina. Það úrslitakeppni í fullum gangi hér í kvöld og það var uppsett á þriðjudaginn. Verður uppsett í kvöld? Nei, bara svarið nei, þannig að þið þurfum ekki að horfa lengra kæra mínar herrar, þannig að þetta er bara búið og veka vinnur. Nei, ég segi svona. Ég er á þessum vagni hérna. Já, þú ætlar bara að vera, kameran er ekki svona á því, sko. Nei, ég veit þessi. Ég minnst þessi. Sem betur fyrr. Nei, við erum allavega með leikina í kvöld, Tommy. Já, við erum með leik í kvöld og við kannski bara fáum bracketinu upp, bara snöggvast, þannig að við getum kíkt á nákvæmlega hvað ég var að tala um og vitna í gerðist á þriðjudaginn. Saga féll fyrir Ármann. Já, ertu bara að jafna á þessu eða? Herði, ég var bara að heyra í honum ofvirkið því að hann var bara minn á sig þarna bara. Eru þið búin að gleyma mér eða? Ég bara, mér finnst það ótrúlegt performance frá liði sem að
Já, var ekki búinn að sýna einhverja svakalega hluti, sérstaklega í svona seinnipartinum á leiktíðinu og þar að leiðandi bara kemur stórlega óvart að það hafi unnið hann leik, en það er allavega ekki leikunni sem er hér í kvöld, það er Vega Kano og þú náttúrulega verandi á bekknum hjá Vega, þá ætti svo sem ekki að koma óvart að hvern þú styður inn í kvöld. Já, einmitt, þetta er svona á bekknum, þetta er meira svona hvað maður segja, svona ceremonial hlutverk eiginlega. Það var algjör slys að ég þurfti einhvern veginn að spila, en jú, ég er vissilega skráður í liðið og þetta eru mínu menn, þannig að fólk kannski hefur það bara bak við eyrað á meðan við erum að lýsa leiknum að það er einhvern virkilega litaður. Já, þú veist, og hérna Kano náttúrulega förum kannski yfir það aðeins hérna, þeir eru bara svona eiginlega hérna, ég segi ekki á heppni, en það er ansið mikið að falla með þeim til að þetta myndi gerast. Já, en ég meina, þú veist, þeir eru náttúrulega hérna í raun og veru af því að þeir unnu Hött. Já. Það var það sem að byrjaði þetta allt saman að þurfti svona nokkur hlutir að fara fjalla fyrir það þannig að þeir myndu komast hingað. En þeir gerðu allavega það sem að þeir þurfti að gera, sem var að vinna Hött, sem var þetta stóra einvígi sem var eini sénsirinn í raun og veru til að koma þeim inn í úrslitakeppnina sem við erum að horfa á hér. Þannig að ég meina að þú veist, þeir geru sitt, þeir byrjuðu náttúrulega sísoni þannig að þeir lentu á öllum liðunum svona í efri hluta tablarinnar. Þannig að þeir voru bara með 0 stígan eftir margar umferð og ég stóð hérna bara eru þeir bara á botninum, hvernig? Bara frábært lið og allt það. En svo fóru náttúrulega að safna saman stigum seinni hlutan, þeir mættu þessum liðum sem neðri hlutanum og svo líka eins og ég segi að vinna Hött var í raun og veru það sem gerði tímabilið þeirra. Já, kannski fáum bara stöðutöfluna upp á skjáin og sjáum nákvæmlega hvað við erum að vitna í hér. Þór og Dusty á toppnum, þeir bíða náttúrulega í undanúrslitunum. Vega, liðið sem að Kano mæta í kvöld í 3. sæti. Pingu óvænt, áttu ekki innbyrðisverðin á móti Dusty en mjög tæpur leikur sem að þeir spiluðu og við ætlum að fara yfir það aðeins og eftir. En Kano í 7. sæti með innbyrðisverðin á móti Hetti unnu þá og þeir unnu þessa 4 leiki á móti liðunum sem eru fyrir neðan þá og það bara dugði þeim. Einmitt. Það er bara hárrétt, það er ekkert mikið meira við það að bæta. En á sama tíma, þú veist, áttur góða serjur á móti liðunum líka fyrir ofan. Þannig að mér fannst þeir svona krónískt vannmetnir í raun og veru í gegnum allt tímabilið. Af því að þú veist, þeir vinna mappan á móti Vega, vinna Dusty, vinna Dusty líka, eitt mapp. Í Dusty? Já, og ég man ekki alveg eftir restinni, en allavega... Vinnu eitt mapp á móti Sögu. Já. Einmitt. Þeir eru að komast í third map á móti þessu liðum, þannig að... Þeir eru að vinna Dusty, já. Dusty vissilega, og ég meina, það er líka eins og sé enginn að læra því, það halda þeir alltaf áfram að hleypa þeim í Dusty. Sko, það er eitt, ok, við skulum bara fá, ég ætla að biðja Kano fyrst upp á skjáin, ég ætla að biðja Kano, alveg sérstaklega. Papo, Pressi, VJ, Finnus og Nonni. Papo kemur liðið fyrir Blikk, svona... aðeins í miðju tímabil eitthvað svoleiðis. Eitt sem mér langaði rosa mikið að sjá hérna í kvöld og ég vona svo mikið að Vega gefur mér það er Dust 2 Vega Kano. Því að Kano eru mjög góður í Dust 2 og við sáum Vega mennina alveg gjörsamlega taka Þór og bara búta þá niður í Dust. Já. En á sama tíma sáum við líka Vega bara mjög shaky í Dust 2. Vega var bara eitthvað að pikka Dust 2 líka í byrjun tímabili, ég hef búin að gleyma því. Það er margt sem að breytist sem að líður á tímabili. En já, ég var hans að fara í vetaði, náttúrulega fyrir mig eftir, en svona smá spoiler alert fyrirfram. Ég held að við séum að minnst að fara í Dust 2. Mér finnst það ákaflega líklegt. Ég lét niður Dust 2 Vertigo Nuke. Já, sama ég er. Það? Já. Við vorum ekki búin að tala um þetta. Nei, það er ekki neitt sko. Það er alltaf skemmtilegt. Spoiler alert þér, alveg spoiler alert, við þá farum við í Kano. En já, þetta lið þarna, þetta er ekki bara Dust 2 lið, þetta er frábært lið og við erum bara búin að finnast rosalega skemmtilegt að fylgjast með þeim og VJ er að spila ekki langt frá levelinu sem hann var að spila á þegar hann var með Malefic og Vega. Annar spilastíl, vissulega, hann er búin að þroska smá í spilastílu, myndi ég segja, ekki jafn villtur. En gæðin eru svipuð, myndi ég segja. Hann er búin að vera geggjaður í síðustu rumum. Ætti ekki að koma þér líka óvart að þetta er besti leikmærin og ég valdi VJ að sjálfsögðu sem toppmann Tomma því að, já, eins og þú segir, það eru svona leikmenn sem að heilla mér rosalega mikið þegar þeir eru í liðinu fyrir neðan
en þeir eru að sína performance, sérstaklega á riffil sem að bara augljóslega þessi gaur á að vera í undanúrslitum, þessi gaur á að vera í úrslitum, hann það góður. Einmitt. Það bara klálega sem við erum búin að vera að gera og það bara búið mjög gaman að fylgjast með í raun og veru svona, hvað maður að segja, svona smá resurgence á honum. Maður svona hérna, hann væri bara dáinn og grafinn, giftur, bara einnig fullt af einhvern krökkum og svo allt í einu bara byrja hann að spila aftur. Tók hann ekki það langa tíma að komast aftur upp? Ég meina... Þetta er einn af þessum típum sem að greinilega, þetta gamer, þú veist, hann greinilega, þessi leikur á rosalega vel við hann með eitthvað svona innsæi og náttúrulega bara þetta náttúrulega talent fyrir leiknum. Það tekur eiginlega bara enga tíma fyrir hann að koma sér í gang og hann strax komin í lið sem að í 7. sæti og hann besti leikmaður. Já, staðslega, allavega, ég myndi segja eye-testi myndi segja mig það, alveg klálega. Já, eye-testið, ég vísa stundum í statsa, ég held að hann sé ekki hæðstur í stötsunum hjá þeim, en þú veist, eye-testið sem ræfler, aggressive ræfler, já, Impactið bara fáránlegt. Við horfum líka á listuðunum hér, ekki? Jú. Var það í fyrstu? Nei, hann var off-stream. Bara impactið bara strax í fyrstu umferð. Og mútið veka, bara í pistolrándum og eitthvað, eða þú veist, það er að segja fossrándum þegar hann var á deglunni. Bara, maður sá það strax bara í byrjun tímabils að ímiða sér krisp, bara frábært að horfa á hann. Ég var að búast við svona þríeiki sem að þarna tekur yfir leiki fyrir Kano og ég var alltaf að spá þeim held ég 7. sæti fyrir neðan Vega. Spáðum við 7. sem enduði þá? Já, ég spáði með 7. Og þar var ég einmitt að ímynda mér að það væri sko VJ, það Finus og Pabo. Þetta verður þríeiki sem að þeir eru að fara að byggja svona eiginlega allt upp á. Já, en alltaf Blikk var inn í staðin fyrir Pabo meira þess að þegar þú komst það. Já, meira að segja. Þannig að og við erum bara að búast við bara svona eitthvað minimal frá Nonna og hann bara þarna og að kalla og flottu bara. Síðan bara hefur Pabo einhvern veginn ekki, pressi fyrir ekki búin að ná að þroskast nú vel, en þetta hefur farið á svona gömlu mennina, Finus og VJ, að reyna að halda þessu liða þessu uppi. Já, ég er alveg búin að sjá samt til á milli svona algjört briljans frá pressa líka. Þannig, þú veist, það er alveg fullt, það er smá svona, það er aðeins að pússa endana hjá honum, en ég finnst að hann er allavega með öll merkjum leikmann sem getur orðið virkilega góður, það minna ég virkilega góður, bara einn af best á landinu. Já, en sammála. Það vantar ennþá smá upp á, myndi ég segja. Já, það er eiginlega nákvæmlega þannig. En þá ætlum við að kíkja á lið Vega og ég held að við séum alveg á því að þessi strákar hérna, þeir eru clear favorites inn í kvöld. Þú veist, þeir eru að labba hérna inn í 3. sæti, dálítið svona spútninglið, ekki margir sem reiknuðu með því að þeir myndu lenda í 3. sæti hérna í deildinni og hérna, ég held að þú getur alveg tekið því fagnandi. Já, bara það er alveg rétt, það bjókist bara að fá við því, skiljanlega, en samt sem áður það hefur verið, ég ætla að segja smá stígandi á þessu liði, þeir vinna 2-1 á móti Kano, Ravík, IFV, vinna IFV sjálfsög, þarna aðeins í byrjun, síðan kemur svona smá vesen í miðjutímabilinu þar sem það tap móti Ármann og ég hef oft kallað Ármann bara svona dálítið drauga fyrir vírus og fyrir Vanger og þarna og jafnvel Furious hann ekki í liðinu þegar þetta var svona aðeins erfiðara lið fyrir þá. Tapa fyrir Dusty í sko bara nail-biting leik og þá var ég svona, ok, það hlýtur að hætta allt núna. Nei, vinna 2-0 Saga, vinna 2-1 Þór og síðan, þú veist, átovinn eiginlega á Þór og Ía sem að eru lið sem eru bara langt fyrir neðan þeirra kaliber, þannig að þeir halda sér svona alveg straight og ná að rétta bátinn af á miðju tímabili. Já, það var líka mjög hættuleg leikur sem talar um að þeir tapa Dusty, Ármann og svo fáið söguleikin strax svo eftir. Þetta er bara ógeðslega mikið erfiðum leikjum á svipuðum tíma og að ná að resetta sig fyrir söguleikin í raun og það sem að gera í seasonu þeirra og að ná að vinna hann og síðan eiga þú veist, þeir áttu Venus og Ía síðan í lokin sem náttúrulega bara formsatriði að klára í raun og veru fyrir liðis og þá. En já, mjög mikið fyrir þá að vera sterkir í kringum miðjuna og að resetta sig, að fara ekki, þú veist, klefin var aldrei slæmur. Þeir voru alltaf bara svona, þú veist, eftir tapleiki, það var alltaf svo augljóst í raun og veru af hverju þeir voru að tapa og þetta var svo mikið þeir að kasta leikjunum frá sér, allavega sem þeim finnst, skilur við. Þannig að koma síðan tilbaka móti Sögu, manstu þeim leik, já. Þar sem að þeir voru ekki að kasta hlutinu frá sér, þeir ríghéldu í það eins og það væri sko barnið þeirra að detta sko. Einmitt, sem var einmitt
180 gráðu beygja bara, þeir eru liðið sem kasta hlutunum fá sér, nú eru þeir liðið sem að kompakka bara í rándið sem áttu ekkert erindi í. Já. Þannig að það mikill styrkjur í þessu liði í raun og veru hvernig þeir takast á við mótlandi, eins og sást þarna. Núna langar mig að minnast á eitt leikmann sem toppmaður Tóma og ég ætla bara að kasta þessu nafni í hattinn bara fyrir ræflar tímabilsins. Það Furious. Hann búinn að vera alveg gjörsamlega magnaður á þessu tímabili að mínu mati og einn af okkar allra bestu ræflers á tímabilinu. Já, Máni bara ógeðslega góður spilari. Hann hefur átt tímabila sem hann hefur verið svona minna ábyrrandi en fyrir þetta tímabil fannst mér bara Kudos og Bjarni verið það. Mér finnst Bjarni bara náða að virkja Furious bara 100% og Furious náða að setja aðeins meiri tíma í leikinn, ekki rosalega mikinn en aðeins meiri tíma, en já, og þegar þeir eru að fara yfir hluti þá Máni miklu virkari núna í því að vera með input heldur en áður og gæinn veit ógeðslega mikið CS og hvernig þú átt að spila og það gleymist stundum að því að hann ekkert mest eitthvað svona extroverted gæinn, hann meira svona hlitaræður og ekkert eitthvað að fara geðveitt ábyrrandi með sínar hugmyndir, ekkert eitthvað berjast fyrir sínum hugmyndum, en þegar hann færir og að skína í liðinu, þá koma gullmálunum fram og það svona, segja að Bjarni náði að virka hann vel af því hann gaf honum í raun og veru svona sviðsljósi og fekk góður hugmyndir frá honum hvernig hann ætti að spila. Ég að fá í eyra allavega að Vítósi tilbúið, við erum búin að segja hvað þarna tilbúið, þannig að eitt sem ég langaði að spyrja samt út af því að ég mjög þægilegt að þú sért bara hliðina á mér og þú ert á spjallinu þeirra og hefur náttúrulega þetta input sem að Furious að gefa frá sig núna á þessu tímabili, þetta meira út af því að hann aftur að endur uppgöta leikinn, ástina við hann, eða þetta bara Bjarni og hann virka mjög vel saman, eða? Mögulega bæði. Já. Ég held að það sé búið að kvikna smá ljós aftur á honum, en náttúrulega hann líka fíla bara að spila í þessu liði raun og veru, Sami Kjartan hefur spilað lengi, en smá meiri ástöruleiknum held ég og líka bara Bjarni að náð miklu meira fram í honum. En já, hérna kemur Vetóið. Þetta raun og veru sumum upp sem við tölum og var í síðustu seríu hjá þeim, nema við erum að hugsa að það séu annarri röð. Ég búist við að hérna komi Vertigo pickið frá Vega. Sammála því. Þeir eru búin að sýna mikla styrkleika og eru með góð setup, sérstaklega City megin. Núk! Ok! Við erum með það með mappi rétt, mögulega. Og hérna koma Dust 2. Eru þeir ekki að pikka tólti í styrkleikana sína og veikleikana hjá Kano hér? Mögulega, já, þeir unnið á í Núk í second map senast. Já. Jú, það getur verið. Ég meina, þeir voru sannfærandi minni með þess að í Núk á móti Kano síðast, þannig að þetta make alveg sense. En ok, ég meina ekki einu sinni röðinu sem ég var með hérna, en við held samt við fáum Vertigo sem þörd, fengum Dust 2, pikki frá Kano. Mér aðeins bannað að Vega, kemur ekki óvart bæði þessi lið. Ef að annað lið myndi fíla þá væri það frekar Kano heldur en Vega. Já, ég giska á það og ég held að Kano hafi vita og einsyndalega fyrir ykkur oft, þannig að það ætti að fara út hérna og Vertigo þörd. Þannig að já, mér finnst einsynd vera rosalega tæft að koma inn í seríunni hérna einhvern veginn. Eitthvað svona out of pocket fyrir bæði lið á meðan Vertigo eitthvað sem þið bæði spila. Já, algjörlega. Já, þeir banna Vertigo, ok, við erum ekki með þetta rétt, það einsett í staðinn. Við erum allavega með 2 möpp af 3 sem eru rétt hjá okkur og það ekki Vertigo heldur einsett. Ok, það spurning samt hérna fyrir Vega, ef þeir hefðu valið Vertigo þá hefði Kano örugglega hleypt Núk í þörd. Þá hefur þetta allt 3 verið möpp sem að Vega bjóstu fyrirfram. Núna fá þeir smá körbólina einsett. Vega búin að spila einsett áður á svo tímabili? Ekki svo í muni. Jú, men þetta Hetti, kannski. En já, það fór ekki rosalega vel, nei. Það var samt overtime tap. Já. Þeir eru góðir í einsett, og við erum ekki, náttúrulega Virus Vanker Furious, kjarnin hefur spilað þetta mapp, spilað töluvert á senstibili, þegar voru náttúrulega með Topaz í liðinu og Pjakk fóru þeir mjög langt með Dusty til þess einsett þegar þeir voru mjög
mjög góður í einset. Já, þeir pikkuðu bara einset á síðasta tíðanbili, sko. Þetta bara lið kjarni raun og veru sem að fílar einset mjög vel, en bara eftir að Bjarni kom inn þá breyttust aðeins áherslunum og þannig að vildu ekki fara í einset lengur. Þannig að þetta er ekki þess að við séum bara gjössalega grænar bak við eyrun, sko. Þeir eru með alvöru strött líka í þessu liði, í þessu mappi segi og þetta er ekkert eitthvað svaka curveball þannig séð frá Kano. Nei, svo sem ekki og það sem ég finnst samt áhugavert við þetta er að við erum að fara að fá Nuke sem fyrsta map. Hérna geta Vega sett stemninguna mjög snemma eins og við munum kannski þegar þeir lögðu Þóravelli þá voru Þórsarar bara gríðarlega lélegir í Nuke, við skulum bara segja það bara eins og það var á meðan Vega voru mjög strattaðir, þetta fór mjög vel fram hjá þeim og hérna geta þetta bara sökt þeim strax í byrjun á seríunni. Er þetta advantage að þú fáir mappickið þitt sem þessi, ekki overdog, hvernig segir maður þetta? Favorite, já. Klálega, ég myndi segja klálega að þessi ætti að vera advantage fyrir þig að fá þitt mapp fyrst en samt svona í gegnum þetta season hefur samt mappiki á Vega ekki verið að falla rosalega vel fyrir það á einhvern veginn. Þeir eru búin að vera að tapa yfirleitt þeir pikkuðu Vertigo og þá töpuðu því á móti Þór og Dusty. Svo líka Inferno pikki að það var líka svona tæft og tapa svona ármanni skilur þannig að pikkin á Vega hafa ekkert verið geggjuð fyrir þá en gott að komast inn á þessa seríuna á móti Þór af því að mér fannst þeir þar bara setja stemminguna strax bara í pistolóttur. Þeir sögðum Þórsarur bara strax að þeir virtaðu ekki neitt. Manstu að þeir fóru rampinn hérna og Vírus bara neitaði að bakka. Hann tók bara alla fæta. Hann sagði bara ég er ekki hræddur við ykkur. Fór alltaf í fætin aftur og aftur. Vann þá reyndar alla á einhvern undarlegan hátt. Já. Og það, ég er ekki að segja þeir þurfi endilega að setja þann tóninn á móti Kano. Kano er kannski ekki jafn miklu svona favorites fyrir fram náttúrulega og Þór voru mútið Vega síðast en þetta er samt eitthvað svona sem er mjög gott að gera um til liðum bara sína þeim strax bara heyrðu, við erum komnir til þess að spila og þið fáið ekkert frá okkur. Hvernig heldur þessi sería muni fara? Nuke Dust 2 Ancient. Fáum við þriðja mapp? Er ég að bæjast því að segja 2-0 eða? Nei, alls ekki. Ég er að hallast að 2-0 Vega til dæmis. Ég ætla bara að setja þarna beint út. Mér finnst 7. sæti og 3. sæti, mér finnst of mikill munur á þessum liðum til að þeir eigi einhvern séns. Seinast fór þetta 2-1, þetta var í fyrsta leik tímabilsins. Hérna eru Vega mögulega miklu meira undirbúnir, þeir vita að þetta er spretthlaup núna. Já, ég hef alltaf spáð þessu alveg klálega 2-0 Vega. En ég spáði samt, einhver bláóti eða eitthvað þannig, sko. Ég býst alveg við close-leikjum hjá þessu liðum. Þeir eru búin að gefa nefnilega liðum bara ágæta leiki, Kano og eins og við tölum þetta er liðið sem er búið að neðst á töflunni með að við inn í keppnina en eru samt að taka möpp af búin að taka möpp af Vega, búin að taka Dusty. Já, þetta er bara hörku skemmtilegt lið, en ég held að þetta sé ekki þeirra tími akkurat núna. Nei, og ég meina, ég vona þessi rétt hjá þetta, Tommy. Ég vil bara segja það. En við erum komið live í Setarkrík, Kjarnungu verið í ætt og æg og eitthvað í fylkjunum í Bandaríkjunum. Thank you. Það er Vega á móti Kano í 6 liða úrslita leik. Típist rándina hjá Vega en að senda Furious út með P250, hann er vanur að hausa svona 2 þegar hann gerir það, en VJ er að fara að mæta minni vippa. Ó nei. Það er að hörfa allavega á spækvætti, einn upp á gula, smókurinn kemur í viðbygguna. Það er bara réttast, gera vel hann. Hann bara pakkaði saman hérna fyrir ámenna gólfinu. Flawless round, Tommy. Flawless round og ég býst sterklega við því að Furious sé að óska að vera á Akureyri hjá tengdaböndinu sín núna. Spila best þar? Já, það var buffið sem hann fekk, þetta var fárulega skemmtilegt. VJ einhverjum erfiðleikum hérna með myndavlunum sína. Já, það er við þurfum ekki að pæla í þessu þegar við erum komin í úrslitin þetta niður í arena. VJ, come on! Nei, VJ, þetta er engin metnaður yfir þessu. Kamera var áram hann í pistolóndinu, sko. Mínus að þetta. En já, Furious var hann komið algjört út í kontról
þannig að kannski hægt að búast við að vera mjög margir á gólfi, en Kano bara vinna alla fætarna á gólfinu. VJ spreyir 1 niður, VJ spreyir 2 niður. 2 líki í valinu hérna. Góð byrjun hjá Kano hérna strax í byrjun. Lobby control. Þetta forspæði á Vega. Já, ná einum tilbaka. Halda öllum, næstu öllum, náðu öllum ennþórunum. Veitu, ég misti að hvað voru margar deiglur? Ég fíla svo ekki svona forspæði sem eru bara allir við deiglur, bara why? Pressi að glíma við fjölskylduna hana. Þetta var skemmtilegt. Ég misti þessi, hvað var það mamma að segja? Nei, systir eða eitthvað. Það er bara skemmtilegt. Það er fjölskyldufílingur yfir þessu. Já, það er mikið í gangi á kamerunni hjá Kano allavega. Þá er deiglur frá Vega, skipti í armórar. Pabbo opnar þetta á vírus, það er væntanlega einhver útibardagi sem var að eiga sér stað þar. Glæsilegt skot hjá Stjána, hins vegar það er að jafna metin. Ég er vangað með tímasendingu hér. Hann er býð eftir hann hlaði bara. Bjarni leita. Öryggi fætar hérna á M4-unum, en vangin er allan að finna sérna út og hann er að taka M4 úr höndunum að þeim. En ég sé ekki mikið meira að gerast úr þessu rándi. Vega bara bíða, tala sín á milli á hann að fá AK-arnar í hendunar. Bóba liggur hérna. Ég er búin að finna bombuna hann fyrir utan lobby. Nonni. Það fær 3-4 fyrir að deyja núna, eða hvað? 3. Klírar þetta öll ekki. Hann var alltaf hérna. Sjörna skuggan. Skuggar eru algjör djöfull í þessum leik. Já, en góðu fréttin er að þú getur séð þinn eigin skugga. Býttu, sérðu The Galaxy? Jaha, var þetta ekki effekt? Nei. Er actually bara með svona ljósin í herbygginu sinu? Ég held það. Það er alveg klikkað. Góð persónuleiki. Já, en góðu fréttin er að VJ er búin að laga kameruna, þannig að Það er svo vildum. já, engur á ykkur kæru áhorfundur, þið fáið að sjá VJ hérna í mynd. Og hérna er fyrsta bærandi hjá Vega, ekki óska byrjunni á þeim. Ekki mikið að killum líka komin hjá Vega. Default round úti. Smókum, en ekki smókar komni fyrir krossið akkur núna. Þetta er að taka fætana. Vappi á pressa í viðbingu. Hoppa smókum hér og vírus. Ætlar hann að fara inn í viðbingu? Nei, hann var að labba hérna meðfram og komast inn í íþrótta. Það var Þessi fæta passar mútið unni að VJ. hann lappar þetta VJ. Nonni með Furious, skiptir í AK-in. Þetta er að treyta hins vegar en ennþá manni undir. Vega vesen að finna einhverjar hólur í þessari vörn. Nýr smóku fyrir Ískur. Hann feilaði, eða hvað? Já. En Vöngari er komin í katti, þið ætla að taka gólfi hérna og Nonni er að horfa það frá spækvent. Já, hann feilaði. Stjáni guli, tekin í gula. Þurfti að fá 2 hér en nær 2, Vangar með playið, 2 mútið 2 núna. Finnus að koma í bak, gula og hinn upp vent. Plass út, vitað á honum, smókurinn er góður en kemst samt sem áður inn. Þetta er mikilvægt kill, skipti yfir AK-in, pressi, undir pressu. Massið, ekkert sérstakt. 28 líf á pressa. Hann er með smók, hann er með kit. En það væri rosalega tæft að það takist hér. Áður en að smókurinn blúmar, kemur Vangar úr heaven og nær fragginu. Þetta var þægilegt 3K rándið þarna á Vangar. Heldur betur. Leit samt vel út fyrir Kano hana. Þeir voru 5-3 á tímabili. Vídeó og Nonni opnuðu þetta en Vangar er að snúa þessu við. Það var mjög hættulegt hana samt. Stjáni fallið hana. Hann á aldrei að láta taka sér inn í gula að gæðinu sem er sæló þegar Vangar er komið í bak. Já. Það rándið hefði getað farið þarna.
En markinu á að bjarga þessu. Það er bara strákar í mig play þá að bara lifa. Já, alltaf að vera með einhvern háa, skilur við að, jiggla eða eitthvað svona, en alls ekki fallaðan inn í gula. Smókar úti, Furious núna. Komast leiðin í Afríku. Að ná að klára peningin hjá Kano sem að sjálfsögðu gott að gera. Stjáni flassu úr gula. Æðir Stjáni komin út, sér engan upp á gula, eina bak við sæl og hann treytaður út, Nonni fallinn. Og lifaði bara í kattinu. 2 í katt. Vappinn kíkir, Vappinn með 1, en VJ með ríklagi 3-3 akkurat núna. Furious leitar á næsta kontandi, það er 1 inn í ventinu. Það kemur út. Spinnu fraggi á Bjarna, Bjarni ekki ánægði með þetta. Spray hér og Finus með 2K hérna til að loka þessu rándi. Þeir ná að rétta bátinn af, lifa með 2 byssur og halda vappanum. Þeir áttu gólfið þarna heil lengi. Sama Furious var eitthvað stressað með að væri innan í ískrinu og einhvern veginn týnist bara hana inn í ískrinu. Týnast inn í smók er óþægilegasta tilfinning í CS sko. Ég er einhvern veginn bara í þessu smók, ég er eins og ég sé ekki búin að læra á hann ennþá. Það er alveg fárlegt, ég er alltaf týnist inn í hann. Ég ratta stundum ekki hún í venti sko. Það er nú allir lendið því. Já. Pressi komin á vappan. Frýr vappi frá Vírus. Þessi grensa ágæt á Stjána gula. Hvað er Nonni að gera þarna? Bjarni með Diglun að víti. falla með Vega. Ískursmókur, alltaf feili hérna. Þeir ætla að pússa lobby hérna. Kano að öllu líkundum eða hvað. Stjáni tekur Papo, Finus og pressin á að jafna þetta. 2-2. Nær að droppa niður með bombuna. Furious með skátin á sér á að reyna að halda rótetinu hér. Vírus hendir bombunni niður, Digla á honum. Hann er með armor. Furious þyrfti eiginlega að halda vendinu en þetta koma ekki. Hann droppar niður vend akkur þegar Furious spilar. Nær ekki takkinu þarna en Vírus á í vesinu núna. Fær allan að M4 hér. Hendir niður skóknum. Hann er komin á kassan og Vírus nær fragginu! Ha? Vá, ég held að þau gerst akkurat öfugt að það var skipt. Vírus nær þessu einhverjum, var þetta ekki síðasta kúlan eða? Það var síðasta kúlan. Síðasta eða næst síðasta. Ískaldur! Og brýtur bankan hjá Kano í leiðinni. Því litur rándina til að vinna. Deglunar sungu heldur betur þarna. Ég held að þetta sé eitt af liðum sem að eru snjallastir í að kaupa deglur og ekki armor og láta það virka. Já, þetta eru svakalega deglur. Vírus, Vanker, Furious líka geggjaður. Stjáni hitti degluskotum þarna. Bjarni líka var það ekki. Papo disconnected. Papo disconnected. Já, þetta er Ístors, það er ekki damage komið, þannig að við lendum ekki í sama og í ármannsleiknum síðast inn á Tommy. Já, það var súrt. Já, það sem á middaround þannig að damage komið, þannig að það var ekkert að restarta en Unnu þann leik allavega, en fyrst að við höfum alveg smá tíma, þá ætla ég að minna á 16. nóvember. Þetta er 2 dögum eftir afmælisdaginn minn, sko. Ég er í útsendingu á afmælisdaginn minn. Það er... Já, 5. deginum? Já, undanúrslitaleikurinn, sko. Takið daginn endilega frá, það er hægt að bóka borðina og reyna og taka þátt. Það er alltaf þröngt setið þér á þessum kvöldum, þannig að endilega hver fer að vera síðastur í það. Nei, þetta er líka bara algjöru veistla, sko. Ef þú getur bara mætt í smástund, þá er það allt í lagi. Þetta byrjar snemma og endar seint, þannig að bara koma þegar þú getur. Nákvæmlega. Þetta er uppskeruhátíð og hefur alltaf verið. Já, alltaf alvöru stemming, alltaf virkilega stemming. Og hvað meira, já, þú veist, ljóslærinni með skittu ljóslæra hans og það er einhver sem er að vinna í því og síðan er aimbot challenge, fyrstur upp í 100. Þurfum við ekki að taka þetta til að geta sagt hvað tíma við fengum allavega? Við? Já. Shit maður, jú, þá kemur mér ein mús, það er nokkuð lust. Jú, endilega þarna. Hver er taktikið þín samt í aimbots? Ertu gæðin sem krátsar
Ertu gæðin sem bara streifandi skjóðandi? Ég myndi giska á þessi streifari fyrir ykkar. Já, ég er streifandi og ég er með M4. M4A4. Já. Þannig að meiri kontról á henni heldur en AK-unum í svona fast bursts. Já, það með ekki að senn sko. Bottanir eru þið með headhammer í þessu það? Ég veit ekki hverja reglurnar eru. Já. Ef það er headarmór þá tek ég AK 100%. Já, ég nefnilega er ekki defaultið í aimbots að þeir séu með headhammer. Minnið það allavega. Ekki síðast 2 allavega. Ég kann ekki svona kveikja þau sko. Ég er alltaf með það bara, ég nota bara í warm-up sko. Svo sem skiptir ykkur máli svo lengi að músahöndin er vel heitt. Það verður allir með allar sömu reglur, þannig að þeir eru áhugavert að fylgjast með. En við erum komin að staða aftur, þeir ætla bara að rössa rampinn. Fínus er að mæta þeim með eina teglu og grinnan er allt á stein. Þetta er þessi 1,5 sekúnda þarna sem hann tekur í að henda grensunni er bara allt of lengi, þeir eru komin allt of langt. Ólið þetta nýlur hjá Ika en það reddast. Enginn að kofra bombuna frá Single. Nú niður að gera smá skaða, en þetta er samt forsrandi hjá Kano. Hefðu viljað fá meira eftir bara pínkulítinn skaða. Tveir inn í Single, þeir eru líklegast ekki að fá rosalega mikið upp á þessu. Engin kitt á þeim, þannig að exit-fröggirna væri frábært, sérstaklega fyrir VJ sem situr á engri byssu. Heyrðu þetta! Pressi kom með smá peningið í bankan, en það er annar þarna. Það er svo vandrarlega stuð þarna maður. Já, þetta er alveg klötu staða fyrir elsku kallinn. En hann sleppur. Það er fyrir að mæta Bjarna hérna, Secret. Bjarni bara heyrði ekki neitt þarna. Ég veit ekki hvað er öskrat á Teamspeak hjá honum. Já, þetta er frýr AK fyrir hann. Þetta er 3 AK og að falla 3 hjá Vega. Kann og taka þetta allan daginn held ég sko. Já, allan daginn. Reyndar forspæ. En jú, allt í lagi ránd. Úr því sem komið var allavega, fínt að taka þeirra byssur. En hinn er alltaf að fara að spara. Finnur sér mikið fyrir greinurinn á rampir greinilega. Instant kaupið greinu. Ég myndi kaupa P250 ykkur. Ég veit ekki, það er kannski bara ég. Já, örugglega. Þetta er skrítið kaupa eitthvað, þú ert ekki að taka eitthvað svona greinu set plan eða eitthvað með liðinu. Ætli þið séu með eitthvað veðmál, hver gerir mest, þú veist, util damage eða eitthvað? Heldur þú sé alltaf að monta sig eftir leik? Strákar, tjekka util damage-inu á mér. Það var reyndar í gær bara í mótsleik hjá okkur sko. Gunni Expert alveg að monta sig bak og fyrir sko. Þegar Gunni Expert, gamli aim-guðinni, fann að monta sér utility damage. Þá var menn orðið gamlir með börn sko. Já. Það er nokkuð ljóst. 2 krakkar sko. Þeir eru skemmtileg boostina hjá þeim samt, svo við highlightið þau hérna í kattinu. Nei, VJ kameran aftur fara til fjandans. Þetta er ekki hægt. Bjarni sérð á 2, já hann kominn í kattist. Þetta var akkurat það sem mátti ekki gera fyrir Kano. 3 AK samt. Ég höndar hann líka á VJ, hann geti mögulega gert eitthvað. Greina. Það er utility damage. Já, VJ ætti bara að flýja á Já, bara safe. síðspónu. Exit líka alveg fín hérna. Peningurinn á Vega er ekkert... Já, nokkri farin að byggja einhver banka en... Allur skaði er góður. Hvað ætlar Vega exita? Það er stóra spurningu. Þeir ættu að fara T-spóninu hérna, þeir vissu. Þeir ættu að vita að VJ geti verið að exita og þarna megin. Vírus ætlar að hönda. Mér finnst nú ekki rosalegur peningur í að hönda. Hann hristi bara hausinn sko. Flottur engulæði og pressa. Stjáni tekur VJ. Nú veit að hvað síðast er. Ég var svo forvitinn að sjá hvað þau myndi gera ef þau myndi hlaupa hann inn vippan. Fá þetta boost. Ég alveg sé þetta áður þetta setup, ég alveg gaman að þessu svona á gólfinu. Mér finnst það mjög skemmtilegt setup og hérna þetta virkar merkilega vel til að ná svona 1-2 sko. Þannig að sem að gerir stundum bara alls ekki. Já, líka bara, þú veist, fyrst panika bara og veit ekki hvað er verið að skjóta hann og reporta bara eitthvað bull eða segir ekki neitt, skilurðu. Svo fellur annar og þá allt í einu getur þetta bara stigmagnast í einhverja vitleysu. En alltaf Bjarni kemur hann að baka hatt, það dreipur þetta alveg. Þetta smókar. Vatnum að pressa. Að mæta þeim, hann hittir ekki alveg tímisendingur. Það er samt annar hann close
Og Pappo nær ekki öðrum, hefði verið. Vangur með bombur hana. Já. Það er svona bara leikmenninu sem að var lár nú þegar, sýnist mér. Venus. Ræðir staða. Þetta er að pressa á hann fellur 5-4 fyrir Vega. Byrja vel fyrir Kano en Vega búinn að koma sér yfir hérna. Skemmtilegi svipir á pressa alltaf þegar hann deyr, sko. og þegar hann frakkar. Þetta er alveg merkilegu maður. Var hann að hneykslast þarna líka? Já, bara alveg mjög hneykslaður á því að hitta ekki þessu skoti, sko. Já, og hann ekki bara hneykslaður að hinn hafi verið kóða rann. Meira svona, hvað er þetta að gera hér? Hvað er þetta að gera hér? Dæmi. Gæti verið, en það er bara rakleiðis aftur í spar. Það byrjaði ansi vel fyrir Kano, en það eru 4 ránd í röð sem að Vega er að trompa Kano. Spurning. Util damageið, já, VG er að trompa það maður, ha? Ég mista því, hvernig leit það út? 86 og 55 og 0 á 3 Já, þarna er þetta. Já, heldur að Finnus var að móta sig þessu? Bara 55? Já, það er eiginlega bara lélegt, sko. Bara viðurkenna. Já. 80% headshot ratio samt á Finnus. Það verður ekki tekið. Já, ég talaði við hann á Háring og hann sagði að í raun og veru það eina sem hann hefði ennþá væri eimð. Hann skýtti eiginlega bara í haus. Það er fínt hlut til að hafa á sér, sko. Kannski ekki rosalega mikið að killum, en yfirleitt í haus. Einmitt, Viti og Finnus, gamli félagar úr Malvik. Þeir voru líka báðir í Vega, en ég held að það hef ekki verið á sama tíma. En ég þóri ekki alveg að fara með það. Tóku þér hérna innvíksluna? Nei, þeir gerðu það ekki. Það verður ekki Vega. Þeir komið að það undan því, sko. Viltbrei og Steinar Gula. Pappo með 2! Nóan að gera sitt. Pappo kom með AK og hann ætla bara að kasta hennu frá sig bara strax. Upp og sí. Vírus lekkur í helmingnum af bollanum. Bjarni ná miklu svæðan úti og meðan að mikilvægt meðan Kaos hefur verið ganginn í lobby. Vilja reyna að treyta Bjarni út innan kannski. Bjarni nær öðrum, hann veit ekki af öðrum manni hana í hel. Býst það ekki við honum? Ég held að hann sé ekki að búast við að Bjarni sé að bakka hér. Pressi bara með usbuðin í kattinu, langt í næsta mann á gólfinu. Einum, en ekki 2. Finnus og 1 eftir. Magten, Molla. Gæti enda ágætlega en þeir alltaf droppa hérna niður. Finnus ætlar ekki búast við því. Komin langleiðin inn í lobbyið og hérna ætti Plantið að koma. Hérna ætlar að hanga yfir vöskunum þarna. Og þetta er fínt safe. 32 AP, hann er ekki með kit. Nei, þetta er bara farið. Finnst einhvern veginn samt í svona vondum að Kano þarf að gera betur? Þú veist, eru 5-3 eins og hefur gerst áður og svo fallaði bara 1 og 1. Bjarni býr til flott plásana úti og nær bara 1v1 dúlum og allt innu er bara Finnus að spara vappa hérna, þú veist. Það gerðist í raun og veru ekkert, þeir bara fjallu 1 og 1. Já, sko leið og nærð 2 rampirum og þú 3 þar, þá sendir þið bara 2 í burtu eitthvað annað. Ég held þeir hafi gert það, en þú veist, þeir bara náðu aldrei að finna fætina sem við gáttu fæta 2 á saman tíma eitthvað. Þeir bara... Nei, já. Bjarni gerir náttúrulega frábælega nú. Já, virkilega vel gert því Bjarna. Og líka, þú veist, hann var eina plássirunum sem voru með. Þeir voru 2 hann að Vegamenn að ströggla í lobby. Já. Og Bjarni var komin inn í íþrótt á meðan. Sko. Einmitt. 6-4 Vega. Lítið búið að frétta hérna af Kano undanferðiði en sýttum við að ráttinu loksins. Pappo upp á gula. Útikantról og allt mollað í bak og fyrir. Annar varians af smókveiknum úti. Lappa hérna í gegnum hann. Það sem ég þetta. Hérna ætti pressi að átta sig á hlutunum og hitti fyrsta. Flott
flassaðna á Pressi tekinn af línunni. Vilja ekki reynilega komast í hellið. Það verðist þeirra Bjarni ætlar að fara með Stjána. Dingar hann að pressa. Pressi sleppur samt. Stálheppinn. BJ upp Secret. Það er enginn að horfa á þetta. Tekur Bjarni í bak. Fyrir tekur pappa með hann í gerum smoke. Örugglega í ískrinu. BJ gera vel hérna. Kemur liður sinni 4-2. Nonni þarf bara einn Ef hér. þau droppa vekkina. Það náðu planti. Vírus er samt inn í gula þetta er fastur. farið, já. BJ með vekti núna á. Ja, Nonni þarf enga hjálp. Það er bara fyrir röð. Þokkalega clean round hérna, missa bara einn mann á Kano. En þá eru konir í síðasta raundi fyrir áleik. Það getur ekki við effekt. Þetta er bara Galaxy. Já, þetta er bara eitthvað. Það er bara að kasta ykkur upp á veggana hjá sér. Sem er líka að fara á hann. Ég vona að fara ekki í augun á honum, það væri mjög óþægilegt. Þetta er að fara á, við sýtum sér sjá þetta líka. Jú, þetta er á hettun hans og eitthvað. Nú er búin að Þetta er geggjað. þessu beint. Já, þetta er flott. Þetta er bara fyrir okkur áhörendur, sko. Þessi, þetta er að fara að kíkja á rampinn með vappan sinn. Hratt niður. BJ heyrði tveir farnir niður hjá Vega. Alltaf pressi að pússa áfram. Hann gerir það, tekur vírus út, molla sjálfan sig. Fyrir lifir enn í lobby. Það þarf að halda lífið hérna og vona að playið niðri. BJ komur í bak, Secret. Treytaður. Stjáni er einn handa niðri. Það er annar inn á sætinu niðri. Þetta er ómöguleg staða hérna fyrir Vega. Hvernig ætlar að finna lausn á þessu? Þeir þurfa að gera eitthvað annað lobbymennir. Ég veit ekki hvað Stjáni á að geta gert hana niðri. Þetta er ómögulegt fyrir hann. Hann verður bara að bíða. 48 sekundur og Pressi nær Vanger 2 á móti 4. Furious lítar. Kanski núna geti Stjáni opnað hurðina niðri eitthvað. Skapa smá pláss fyrir Furious. Nei, hann ætlar bara að koma upp ventið. Það verður sæt take hérna hjá Vega. Eða take, þeir labba bara upp ventið út ískur. Enginn í heaven, þannig að það gæti endað vel. Stjáni samt aðeins á undan. Spritonið heppnast. Rótið ætti að vera að koma inn hins vegar. Hann ætlar að droppa Það er niður. aldrei plant í hérna, það er ekki séns. Nei, hann er ekki eins og með byssunni. Þetta er búið. 6-6. Þetta er alltaf leið. Já, flottur áleikur hérna fyrir Kano. Vega kannski ásáttur að ná ekki meira en þetta er bara solid. Í raun og veru bara allt í lagi fyrir bæði lið. Pressi 13 frögg á honum. Hann er eiga frábæran CT-áleik hérna. Já, ánægði með þarna, fór í play núna. Aggressív á rampinu með vappa sinn og tekur 2. Bara læsir hann alveg niður. Ekki búinn að sjá vírus var eitthvað að vappanum að það var ekki? Eitthvað örlítið, heppnast bara ekkert rosalega mikið. Já, ég man ekki eftir að síðan skjóta á honum. Ekki mikið að gerast í honum. Eitthvað spjall í gangi núna in game. Heyrist mér. Taktíkalt time out tekið af Kano og þeir eru þá búnir með sínar pásur. Það lendi í krísu þegar Vega er í CT. Tough luck. Mjög kaflaskiptur leikur, byrjar á pistólinu, síðan eru svona framan af gunroundin að falla með Vega og íta Kano í spar og senustu 2 roundin fara til Kano. BJ einnega góðan leik með pressa 103 í ADR. 1200 damage á þeim báðum sem er bara ákaflega gott eftir einn hálfleik af Counter-Strike. Heldur betur. En konur á stað hérna. Hvað gera Kano? Þeir eru með 1 flash. Og P250 hann á Nonna. Hefði ekki giskaði fyrir hann að hann var í P250 spilarinn þeirra. Nonni? Já. Hæ. Hann er með bombuna á P250.
ekki með armórsand. Það keypti bara sjálfur. Það koma Furious tekur 2. Snirtilega gert og rótiti frá Stjána gula. Vírus hjálpar aðeins til og þá Nonni með P250. Non 250. Það var ekkert úr því. Já. Nonni Kólarinn hefur keypt á vantarlega P250 og flass. Hér ráð fyrir og hafi hent flassinu á okkur annan sýndist mér. En haldi P250 inni samt. Ég hef bara reitbossað einn af þessum god aimers þarna. Finus kannski. Allt headshot. Já, en samt þú veist á sama tíma með playið sem voru að fara í, það var bara fínt á hennu glokk. Já, mjög fínt. Droppa 3 þetta niður. Furious bara took it. 5 deiklur. Ég sé ekki alveg ímynda með þessi guður 5 deiklur. Já, hann að koma. Þetta var skemmtilegt. Annar fight. Þetta er viltu fight. Ekkert Hvernig að Vírus hitta. lifandi? Og Vírus ekki að hitta, bara neitt þarna. Þetta er stór skemmtilegt. Kano alveg. Þannig tekur VJ og þeir eru að krossa það niður og allir í Secret. Stefni á að ef ná bomburu niður þá er það bara flott. Náðu góðu kaup í næsta. Vírus fallinn 2-2. 2. Þetta er bara bullandi sér svo að vinna þetta round. Stralisplant hérna. Það er ekkert jú til en komin eitt M4 á Kano. Finus fallinn og Stjáni gulli. Vá, þeir náðu að gera round úr þessu. Það var frábært sparað til að hjá Kano. Þetta var allt saman opnunarfrökin hjá þeim. Þetta var random, kannski ekki random í gennum smoke og síðan óvart einn í viðbyggingu. Já, ég myndi var að skjóta á hingurinn og greiði þetta sem var smettaði fyrir aftan hann. Bjarni líka bara bakkaði inn, horfði á líkið og bara Hvað getur? Já, Vírus eiga smá erfitt hann í útifætinum, það verður að viðurkennast. En þetta reddaðist hjá Vega. Samt hræðilegu peningur á þeim núna. Já, þeir þurfa að vinna þetta round, annars er þetta bara beinustu leið í sparið. Eða jafnvel, það beinustu leið bara í double eek og jafnvel fyrir að forsa í næsta ef þið tapir þessu. Já, Furious alltaf akkirið úti. Þeir eru í reyn. Og komið Fjórir úti maður. Undirhendaði vippa. Finus að leita. Finnur ekki fætinn. Ekki alveg tilbúin í þetta. Vítið tekur Vírus. Sloppy Counter-Strike hérna hjá Vega. Og hérna gætu verið að fara að borga fyrir það. Vanger með MP9 á ískurvendinu. Hvað er call-in hjá Kano? Þeir hafa oft komist í 5-3 en hafa mikið verið að klúðra í 4 í viðbyggingu. Einn í gula, hann er ekki að fara og hann klíraði ekki. Nonni tekur Stjána. Og Nonni tekur Vanger. Þetta ránda ætti að vera farið. Bjarni einn eftir. Brakkaðist. Ekki neitt. Presti. Presti sem lúkar þessu 8-7 peningurinn eins og komst inn á í byrjun rounds. Hræðilegur akkurat núna. Þetta er bara force. Já. Þurfa að forsa. Það því að Vírus og Vanger hérna voru kominir í 1400 kall. Hopp og sí. Og við fáum 5 deiklur hinum einn. Það er skemmtilegt. Bæði liðið sem köpa bara 5 deiklur. En hörkuleikur sem hún að fá hérna. Kano geta ekki jafnað. Og ef þeir jafnað þá taka það líklega rándu eftir líka. Líkur á því eins og staðan er akkurat núna að deiklurnar þáttur að vera gríðarlega góðar þá verður aðkvæðanir bara aðeins betri. Þeir eru Fer á línunni akkurat þegar ætluðu krossa þarna. Hausaði niður 48 HP á honum. Taka lobbyið Vega. Vírus að mæta þeim niðri. Nú þarf Vírus að vera stóra ef við lekka út úr þessu rándi. Reynum. Fyrsta Nonni er að taka 2 hérna í lobbyinu og meðan tekur 3. Það er ekki víti og þá er sætið niðri fallið. 1 í 10 hins vegar. Deiglan
á Stjána Gula. Það að púsla einu, en ekki mikið meira. Nonni með 4K hérna í deglurándinu. Já, ég fórhundin hvar hann var bara að halda í aftast í lobbyinu eða hvar hann var að halda í. Þetta var allavega verið gert hjá honum. Náðum öllum út þegar Vega var að taka lobbyið. 8-8 lítur út fyrir það að Kano sé að fara að komast yfir enn á ný. Komnið með allt í lagi banka þarna. Nonni 7.6, VT á 6K, Papo 5.5. Núna eitthvað planinu á Vega. Þeir eru með grinu, flash og smoke. En þeir eru að rössa gólfið á móti. 50-50 ekki að fara að púsla neinu saman. Hérna Papo með endrið og hérna þetta bombar að fara niður stuttu setna. Pressi með Vangar sem var komið bak. Víti og Nonni púsla saman og þá er enn á ný. Bjarni einn eftir. Það bara verið að spreyja út allt þarna inn á gólfinu. Inn í þess að smóka. Halda frá að byggja upp bankan hérna sem ég myndist á í frístaminu. Stór hættur að lenda svona langt undir og herrin er komið með risabanka. Já, það er erfitt. Fá AK-na í sig ykkur einasta rándi. Reynda líður mér þannig að vera að spila Faceit eða eitthvað þannig á móti einhverjum viðstöðulausum útlendingum og þeir eigi AK hvort sem er ykkur einasta rándi. Við stöndum með svo reglurna með efnahægin eigi ekki við sumliði Faceit á móti mér. Bara eins og Marshall aðstöðun hafi komið bara í hver einasta rándi. Já, bara lagt inn á. Og Kano komin yfir 9-8. Bankin hérna ekkert, sérðu það? Bjarni bara fyrir í MP9 samt. En hinir fara væntanlega í M4 hérna autosökkuna á Vangar. Það er dálítið trademark í þessu mappi. Spilar inni upp á Gula. Þá verður úti vörnin að halda. Stjáni Guli með MP9 á rampinum. Það er ekki verið að misnota rampin, nei. Það er úti sem er að falla trekk í trekk. Þetta er líka bara svo mikið bara pikk úti á Kano. Þetta er ekkert eitthvað svona, þú veist, upp í veggurinn og þeir að lappa baki og flassin í íþrótt eða eitthvað þannig. Nei, þeir eru bara, einmitt, eins og hérna, engi veggur, bara í pikkin. Krossa. Svona væri frábært fyrir Vega. Þeir náttúrulega hafa bara ekki peningin í það. Ef þið kemst í vappa, þá myndir bara hard counter þetta. Tvímælalaust. Vangar tekir út af Nonna. Nonni er búinn að vera frábær í lobbyinu í terrhálinum. 15, nei, sorry, hann er 18-10 með þessa. Já. Óvæntur Nonni. Finnur sko með vippan, berjast í Stjána Guli í kattinu. Bjarni fellir fyrir Nonna. Vírus tekur Nonna. Loksins fellur Nonni. Þeir komin við vipparinn hana. Þeir eiga gólfið, molla út kattið. Vírus þarf að vera stór, Vírus þarf tveimur og sleppur. Kemur liðinu sinni yfirtölu mjög stórt. Gríðilega stórt. Bomban ekki komið niður og þeir geta tekið ákvörðun að droppa bara niður og gera það. Papo búinn að droppa. Ætti að heyra klálega í því og rótið hana yfir í kið. Þeir eiga 3 flush hérna termegin. Spurning að 100% hver hann er. Papo fyrir aftan sælóið. Furious stórt fragg. Kemur þó æðan single. Baki strax og endinu. Vírus tekur út fyrir það ránd hjá Vírus hérna. Við erum búin að auglýsa eftir honum. Hérna kemur hann. 4K á Vírus. 4K á Vírus og já, hann á kannski ekki fyrir vappanum í þessu rándi en hann heldur betur stimplað sinn sem ræfler hér. Hversu hratt er hjartað að vera að slá akkurat núna? BPM? Ég held að það var bara að fara að heyrast í röddinu minni sko. Ég vil lappa miklu meira núna heldur ég gerir venjulega sko. Lappandi fram og tilbaka. Svona hringum puttar á mig með snúrinu og eitthvað vel stressaður. Já, það er gaman. Þú ert með svo mikið investið í þessu. Ég get með að verið bara Team Nonni. Hann er að eiga litla leikinn. Það er ákveðin list að halda lobbyinu í þessu mappi. Þetta er mjög algengt að senda 4 út og vera með 1 að halda lobbyinu. Og það er svo auðvitað með að lesa svo marga en Nonni er búinn að gera mjög vel hérna. Og greinur úti. Sér þetta damage, Tommy. Pressi á vappanum komin í 9 HP. Þetta er ekki skemmtilegt. En Finnus opnar þetta og surprise, surprise. Finnus í haus. Það taka fætarinn úti. Núna heyrar í vappanum. Það er ekki öðrum en særir VT látt niður. Hann er komin út rampin Nonni einhvern veginn. Hvað gerðist þarna? Já, talandi um list. Bjarni allt í hennu 1 eftir. 2 mjög lágir sem þurfa að valla
Nátt að skjóta á sig en samt sem áður. Það einn gríðarlega heilsusamlegur nonni hérna á rampinum sem á bara alla fasteignina og hérna frista bara. Bjarni Ásjens hérna. Hann flýtir sér bara ekki of mikið, hann ekki verið að gera VJ en hann gera það ekki 10-9 fyrir Kano, komnir yfir aftur. Hérna sjáum við hvað mikið þetta eiga góðan banka. Pressi, þú veist, þið tapar rándi, pressi efna og vappa bara easy og ennþá money í bankanum. 10-9 Kano komnir í bílstjórasæti hér. Þetta var eitt af þessum vendilpunkt rándum í leik. Sko, Furious ætti hérna, hver ríkastur, ekki Furious? Hann ætti hérna bara selja þessa deglu, selja þetta Util, kaupa vappa í næsta landi. Já, bara... Þetta einhver hráasti terrháleikur sem ég sé bara í langa tíma hjá Kano. Ógeðslega hefi úti, ekki samt með Utili. Hérna eru 4 inn lobby hins vegar, Anti-Ego. VJ kominn langleiðir en hann mollaði þetta með þess að sjálfur og að labba á eftir þessu. Það er líklega næsti bardagi sem við fáum hérna niður í Secret. VJ tekur fyrra. En hana endið fyrir VJ. Stjáni guli eins og hann nær. Að fara að rampin hérna. Stjáni tekur pressa. Ekki að flýta sér. VJ nær Bjarni í vippa. Droppaði venti. Sá hann. Stjáni guli erfið stuðu þess að niður að fara að mæta mönnum og öllum áttum. Reynir að mæta 3 í stæðan fyrir einum VJ. Vanker. Það er eiginlega bara byssu hér. Og Vírus fellur. Það er 11-9. Kano í vil. Kano bara með pening út leikinn hérna. Þetta VJ á 13k. En Vega þarf að gera við hér. Hafa ekki mörg rán til að vinna með. En þá engin vappi. Engin peningur fyrir því. Fáum við annað uppsett hérna. Það er... En þá fyrsta mapp, Tommi, en þá fyrsta mapp. Skulum ekkert fara fram úr okkur hérna. Kano 5 rándum frá því að sigur allavega mapp-pickið hjá Vega. Og það byrjar ekki vel. Vanker strax takkaður niður hérna. Plassið er gott og hann er fastur aftast inn í ískur en hann er öruggur þar. Engin að fæta úti núna. Þeir komast inn í Secret mjög auðvitað. Bara einn farin í Secret, sant? Það er allavega fragg hæðsti maðurinn í liðinu sem að er orðin lár núna. 2 HP á honum en hérna eru við bara aftur að komast inn í íþrótta. Vírus að passa sig í pressi, hann er búinn að krossa með vappan. VJ með þess að koma. VJ, þetta er beint í haus, ekkert VS, engin headar. Hörru, ég hefur ekki hugmynd að þessu komið svona langt í hell held ég. Nei, ekki séns. Þetta er frýtt fragg. Já, hvað? Ég veit ekki þessu komið. Nær hann öðrum. Veit ekki þriðja, pressin tekur hann út 3-3. Nonni mjög low. Bjarni erfiðri stöðu núna. Finnus niðri en press er að koma í back heaven. Ætti að búast við þessu. Leikmaður Labban með gula. Pressi með annan. Stjáni guli þá 1 eftir. Þetta er 12. rándið. Stjáni var spottaður þarna. Erfitt að ríteka það, hann er vita á honum. Þeir eiga annan smók eftir, nei hann er farinn núna. Þeir eru að komast í map point. Þeir geta hent bara öllu og eldhúsvaskinum í hann akkurat núna. Báðir AK-arnir ætti bara að fara að hönda. Þeir eiga engan pening á meðan það er hellingur á Kano. Kano verður bara farninn að stað. Já, náttúrulega hrættur rándi til að vilja tryggja það til að byrja með. Hérna fara á stað. Ekki að hönda hann, sant? Skrítið. Einn er höndan. Það sér hann. Stjáni tapar M4-inum. Þetta var það eina sem er höfðin í rándið. Þá panikan að fatta hvað hann var náður bombinu rúglega. Ég meina, já, þeir eru ekki að fara að eiga einasta M4. Það er dugað að drepast núna fyrir Vega 3 ránd. Tactical timeout og hérna ef ég var í Kano þá væri ég bara, þeir eru hrættir. Við viljum hafa myndavélina Bjarna ef við getum. Það er maðurinn sem er líklega að kalla eitthvað hérna fyrir Vega. Já, þeir eru eitthvað að ræða sín á myndi allavega.
enn önnur MP9 á Vanger og Bjarni MP9 hinir 3 ennþá eftir að kaupa og það verður aldrei fallegt. VJ, Nonni og Pressi. Það veist þér að skorbotin akkur núna 2200 damage komið á VJ, 105 ADR í map-pickinu hjá Vega, þriðasætisliðinu sem að sjálfsögðu er búið að gera frábæra hluti á þessu tímabili. Það að tapa fyrsta mappinu móti Kano. Ekki nema þeir girði sig vel. Furious fer í M4, hann hafði nóg fyrir honum, ekki djútil á honum. Hann ætlar að reyna að gera eitthvað á mótið mann úti. Sérðu hennan síðast? Ok, smókur undan fyrir íþrótta. Hérna koma þær út og ætla bara að taka fætan eins og venjulega. Já, það er að hitta lang flestu hérna, þannig að það er kannski bara fyrir bestu. Vírus að mæta þeim niðri. Finnus gæti að hafa heyrt steppið í Furious. Bjarni gripið með Jútil á lofti og Nonni droppa vent. Þetta er bomban. Bomban liggur. Þetta er bara leið fyrir Vega inn í rándi. Furious þarf að vera samt stór hérna. Hann var að mæta 2 og tekur fyrsta. Gerir sér risastóran, grípur akka. Hvernig gerur þetta Furious? 4K, hann var eisinn til að tryggja þetta áfram. Mollar hérna og bomban er samt ennþá laus. Nonni grípur hana. Nonni er á 4K-inu líka ef hann tekur þetta. Furious þar eisið. Æðir hérna upp, tekur fætinn, spottaður út. Fer upp í heavenið og ætlar að droppa hérna niður. Og þarna! Furious á eisinu! Framleiki leikinn! Ég hef aldrei séð Sim anda léttar. Það þurfti einhver að töfra þarna og þeir komi frá Furious. Ég held að þetta ránd að vera löngu farið. En bomban, síðasti maður sem fer niður, er auðvitað með bombunum hjá Kano. Og ég meina, ég fagna því. Er þetta mistökin sem að fleytir Vega í overtime? Fyrir að 2 ránd enn. Það hafa verið svona töfrarándi á Vega sem hafa verið að snúa leikjum við hjá þeim. Þetta gæti verið það, Tommy. Þetta gæti verið rándið sem við tölum um eftir leikinn. En hérna ætlar að keyra gólfið Kano. Komaðir Bjarni og Vanger með einn. Furious og Vírus eru líka mættir. Þá er það bara Pressi eitt eftir. Þetta ánum með ískuður. Hún er smókuð út. Þetta er ómögulegt ránd fyrir Pressa. Það er alltaf að kæfa leikinn strax. En Bjarni klára þetta. Og þetta er oft mistökin sem við sjáum. Þegar þú vilt klára leikinn hratt, að hækka tempóið þegar þú þarft þess ekki. Defaultið var að virka vel. Defaultið virkaði bara vel allan hálfleikinn. En þeir fara vantarlega í aftur núna. Vega er komið með vappa. Sjáum hvernig þeir mætu þessu núna. Þetta er bara eitthvað sem þeir eru búin að þurfa allan hennar hálfleik. Núna er Vírus komið með það í hendunar. Pressi hinum meginn. Sér þetta, þeir eru ennþá bara full kaup. Þeir tryggðu sig bara snemma í þessum hálfleik að vera bara full kaup allan hálfleikinn. Kano. Það var að bröða þegar Furious mögulega að fleyta þeim hérna í overtime. Vírus á vappanum. Það þarf að vera stór hér. Flassið er gott. Tekur hann af línunni, einn upp á silo, lætur vita vel af sér. Sleppur rétt svo Vírus tekin út af Pressa. Pressi búinn að hita upp á vappanum og eiga góðan leik hingað til og núna þurfa þeir að adjusta vörðinni sinni. Hérna Vanginn er að treyta 3 og 4. Eiga lobbyið alveg skuldlaust, en hvað vilja þeir gera upp á þessu? Furious og Vanger er bara að tryggja sig þarna. VJ! Töfrabröð frá VJ! Og Stjáni gul eitt eftir! Hann á réttu sæti. Þetta grunna síðan, hann er áspilarinn. Og hann er mollaður út. Nær 2! 1 á móti 2, 1 inn í double. VJ opnar og hauskott. Hann klárar þetta eins og hann það byrjaði þetta 3K og það er 13-11. Ekki sáttir sem hér. Já. Þeir áttu bara engin svör við þessu defaulti hjá Kano sem var bara að fara út, ekki mjög Jútili, heldur taka bara einfætana. Og loksins þegar Vega fekk vappan í hendunar, þá ég vildi bara sjá hann taka bara krossin. Þeir voru alltaf að krossa bara hún í secret á þess að við erum smókaði neitt. Bara taka krossin og hann er með easy kill, allavega fyrsta. En það gerist ekki og
bara Kudos og Kano, þeir bara pökkuðu þeim saman hérna. Já, það er Kudos og Kano allavega komnir 1-0 yfir. Er það annað uppsettið í röð hér í 6-liða úrslitum í úrslitakeppninni? Ég veit ekki. Við sjáum Dust 2 næst ekki fara langt. Wait, is he switching lanes? Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Velkomin aftur, Kano að reka Vega í kaf í Núk map-pikkinu hjá Vega og við erum farið í Dust 2. Sko, til að byrja með, þá verð ég að nefna það að sko, þetta fyrst 6-6 hálfleikur, þetta var fínst terrorhálfleikur hjá Vega, síðan förum við yfir í City og það er bara, þeir eiga aldrei pening, þeir eiga fá svör og eru í rauninni bara að ríkhalda í þessu 11 ránd, þeir áttu ekki skila að vinna þennan leik. Nei, bara út frá því hvernig voru að taka mótið mann úti er það bara alveg rétt hjá þér. Það var einu sinni sem ég gerði eitthvað raun og veru á móti í fannspil, það var hann að þeir double neituðu. Ég held meira að þeir tapa því rándi samt. Þeir töpuðu því rándi. Já, en það var allavega eitthvað, það virkaði bara mjög vel. En þú átt ekki geta, þetta á ekki verið svona auðvelt einhvern veginn að þú lappi bara núti og hausir með AK. En ég meina þetta eru svona styrkleikarnir hjá Kano, þeir eru bara ógeðslega hitnir gæjar. Kannski, ég veit ekki hvort þeir kunni útismóksvekkin. Sáu hann? Jú, nei, sáum hann ekki en þeir voru bara tilbúin að taka fætin. Já, allt í lagi virkar, allt í góðu sko. Ég er ekkert að tala þá niður eitthvað þannig, en ég bara, það er bara mjög svo óvinnulegt að sjá þetta virka bara svona trekk í trekk einhvern veginn. Og líka smá svo eftir á því ég held með Vega. Já, eitt sem ég get samt minnst klálega á er að vanalega þegar þú lendur í svona heavy úti og eitthvað og þú veist að það er bara einn inn í lobbyinu, það sá leikmaður var að standa sig heldur betur í stikinu, 24 frökk á honum sýndist mér í endan. Þetta er bara masterclass að halda lobby einn. Já, ég kannski, það var aðeins að taka of mikið af Vegaðana, þeir alltaf gerðu það skilur, þau tóku lobby að þeir vissu að þeir væru mjög heavy úti. En þá vorum við bara að mæta nonna sem var að spila virkilega vel hérna. Kameran var ekki alltaf á honum, þannig við sáum það ekki alltaf, en við sáum alltaf poppa upp í hann að hægra megin að hann var að ná killum, hvar sem hann var að halda. Og líka ná að lappa út rampandi einu rándinu án þess að vera séður og taka rampspilaran og eitthvað, þannig að hann er greinilega með svona ágæta tilfinningu fyrir því hvernig City hann er spila í þessum mapi. Einmitt. Þá verðum við í rauninni bara að hverfa algjörlega í Dust 2 fyrst að Núk fór á þennan átt út ekki tilbúin að tala það. En í Dust 2, Kano á fyrri part tímabilsins voru að taka þetta map af öllum. Þar á meðal á móti Vega. Dust 2. Sko, við höfum vírus á vappanum, fengum rosalega lítið frá honum hérna. Er það ekki maðurinn sem þarf augljóslega bara að stíga hérna upp í Dust 2? Jú, klálega. Náttúrulega mikið vapp á mapp líka, þannig að það er klálega leikmaður sem þarf að gera eitthvað fyrir Vega. Ég held líka bara stór hluta því að Kano er svona góður í þessu mappi, ég náttúrulega bara á því að þeir eru eins og í sýndu þessu leik ógeðslega hitnir. Þú kemst líka bara rosalega mikið upp með það í þessu mappi að þú þarft ekki að kunna eitthvað svaka jútil eitthvað, þú þarft að kunna smóka Xbox kannski og mid og B. Og það er eina sem þetta eftir í allavega og þá ertu bara góður, svo getur þú bara miða haus á skotið, þannig að já, og með við hvað þetta er að virka vel í mappi svona Núk, að vera svona aim heavy bara í terr, þá ætti að virka bara miklu betur líka í Dust 2. Þess vegna er ég frekar hræddur hérna. Þess vegna þurfum við að sjá einhverja töfra frá mínum mönnum og líka bara, það er ekki eins og Vega séu óvitnir, sko. Vankir hann örugglega einn af hittustu mönnum á landinu. Ég vil líka sjá meira frá honum í þessum hálfleik. Ég bara man eiginlega ekkert eftir honum í þessu Núk-mappi, raun og veru. Nei, hann átti eitt þarna, eitthvað shotgun kill og einhverja deglur hér og þar, en það var mjög hægt hann. Og þetta leit aldrei út eins og þetta væri aldrei svona Vegalið sem var nývaknað eða eitthvað. Þeir voru ekki alveg að púsla saman hlutunum, meira að segja hetjudáður í endan hjá Furious í rándi númer 22, vinna ránd 23 og tapa síðan bara beint eftir úti default í 24 og tapa leiknum. Furious þarf líka að sína það og sanna af hverju þeir rákuð Þór gjörsamlega í kaf í Dust 2. Hann þarf að vera heitur á skátinum, ótrúlegt að segja það í rauninni. Já, einmitt. Það verður mjög athyglisvert að fylgjast með því af því að Kano veit hvað Þór fór illa út úr þessu mappi á móti Vega, aðalega bara út af skátunum hjá Furious, þannig að áhugavert að sjá hvernig þeir ætla að spila á móti, hvort þeir ætla að smóka bara miðjuna hreinlega eða hvort þeir vilja fæta. Ég gerir ráð fyrir að pressi sig yfir þetta vappanum náttúrulega, þannig að vill pressi fætan, þorir hann því
Það verður áhugavert að fylgjast með. Henni eru komnir að stað, Vírus að spotta hennar neðra, sér þá marga í neðra. Þeir eru að finna þessu hauskotið en engan að finna. Bjarni inn í miðunni, tekur á móti fyrsta, öðrum, nær hann þriðja, VJ hikar. En hittir ekki skotunum, 2, það nóg, það aldrei að vita. Finnus tekur furra. Vírus tekur VJ, það bara B-spil leitn eftir Stjáni Gulli á móti VJ. VJ ætlar að fara þangað, bomba liggur. Takkaði niður í 31. Eitt hauskot getur lokað þessu fyrir Kano og þryggt fyrsta rándið. VJ býður á línunni, glæsilegt hauskot og það pressi með assistið. Herru, já, ég minnst að því. Það var eitthvað smá team-dæmi. Já, ætlaði að vera ekki verið hann í hurðinni, það var mjög mikið close-ins battle þarna. Já, eitt skot í lærið kannski eitthvað þess. Já, einmitt. Veka var með samt svona sett upp akkurat tilbúinur í þetta. 2 á miðjunni og 1 á B og 1 að spotta neðra með þessa líka. En svo sem engin sjokk að það er keypt diglur hér. Ég er hrifinn að þessu, sleppa armorunum, alltaf bara ná longrange-fætunum og sjá hvort það get ekki fundið eitthvað auðvelt. Veka tapaði náttúrulega 4 byssum á móti þessu rándi síðast. Í síðasta mappið þar að segja. Það var mjög dýrt. Það var náttúrulega bara raun og veru þar sem að Kano byrjaði strax að taka bara algjör völd á peningnum í þeim hálfleik. Já. Þurfa í rauninni ekkert að fæta rosalega mikið inn í þessar diglur í miðunni. Bjarni með þess að búin að tökka sér inn í sama hotnu í fyrsta rándinu. Býður til flassi en það er ekki neitt þannig í gangi. Pressi þarf að fara að klíra bílóbíð út af þessum smók sem að kom ofan í miðju snemma í rándinu. Þannig að þetta er allt saman að telja upp á tíman í rándinu. Bjarni alltaf líta frá flassi. Hann veit ekki eins og við að það er ekkert flass. Kano megin. Nei, ekki djút til. Þetta er bara nákvæmlega eins og þú spáði fyrir. Þetta er aim-lið. Já. Vírusinn á eina M4-unum og nú veit það er á honum. Það eru 4 short. Það er afsplittina 4 short. Kemur 1 svo á lörkinu long. Er Vangi með flass fyrir Vírus eða? Nei, hann er ekki með flass. Þannig að Vírus er bara að fara að taka aimfight hérna. Og Nonni nær Vangar. Þetta er ekki gott. Vírus í hræðilegri stöðu. Hann tekur hann í gryfu. Vel gert á Vírus. Nær þrejum og Furri nær pressa til að loka þessu rándi. Nonni gerir mistökana að reyna að hoppa í gryfjuna. Ef Vírus veit að mannunum á longinu lifandi allan tíman og ef hann er að jiggla eitthvað þannig, Já. þá panika Vírus og þarf að fara í fætin á móti longaðinum og þá getur hann swinga Nonni og tekið hann út. Einmitt. Þannig að Þetta er pingu mistök hjá Nonna sem að búin að gera yfirleitt mjög vel, sérstaklega að ná Vangar á longinu. En þetta er nákvæmlega rétt hjá þér, hefðum bara spila á tíman, það er 4 geta flætt þarna upp shortið. bara hann myndi lifa þarna væri huge. En Nonni samt, hann er búin að spila frábærlega vel í þessu löfki hlutverki. Já, Í terr, í þessu leik. við vunum slá gríðarlega vel við spilaskinnina. En AK-vatning komnir þetta út fyrir Kano. Það var rándið sem að rak Veka í kaf í Núk. Ég myndi að það AK-kaup snemma í hálfleiknum. MP9 á Vangar, þetta er bara ekki ákjósanleg staða fyrir leikmann upp á aðeinu til að halda með. Þetta er hræðilegt, já. Hrættu við að einhver sé komin í baki á þeim og ætla að bakka þarna, klíra Suicide og klíra allt út og mögulega fara yfir á shortið hér. Veka ekki búin að taka neitt map-control á meðan, þeir eiga þessa shorti ennþá og Vírus ætlar að sækja eitthvað hérna og vera að mæta þeim. Getur tekið marga hérna mögulega, tekur 2, tekur 3, Vírus! Vírus með risastórt play hér. Næstu 2 á longinu, það er Papo og Nonni með rosaleg leið til Vankir að taka. sækir info hérna á skemmtilegan hátt. Furious komin í hjálpina, tekur Nonna út. Er þetta flawless round? Nær Papo að pústa ykkur saman hér? Nei. Bomban dettur og 3. roundið komið til Veka. Vírus, aftur Vírus, finnur akkurat tímasendinguna hérna á shortinu, lokar því. Skal viðurkenna að fúslega hérna held ég að myndi fara allt öðruvísi fyrir þessu. Já. Það komið svo mikið óvart að Pressi tók upp U-tilana, ætlaði að smóka mitt B og þeir ætlaði örugglega að fara shortið, Já. bara við feika. En það er eplið fyrir Vírus. Ef hann hefði bara haldið á gönnarna og þeir eru píkað saman, þá var Vírus bara fallin. Það er bara ekki séns í þann fætt. Vírus takkaði henni í 57. Það er bíóið sem að er
skátt í Dust 2 að byrja. Já, Víti vil sína, hann kann þetta líka. Vinur út, þeir eru allir fjórir, Kanomenn á miðunni. Óþarfa fæt sem að hann þarf að taka hér. Hann er að smóka eins og það sem er gott. Þessi grensa er góð. Og Pappo fellur. Og Bjarni byrjar á leikmanninu upp á short. Klára síðan VJ og fjóruðanótti komið í höfn. Svo sem ekkert kemur á óvart, en það sem er gott fyrir Vega hér er að halda mörgum á lífi í þessum 2 rándum. Þetta er bara akkurat það sem að Kano voru að gera vel í seinni hálfleik í síðasta mappi. Halda mönnum á lífi, byggja banka og jafnvel ef það byrja að ganga illa í lok hálfleiksins þá eiga alltaf pening. En banki er ekki ennþá orðinn það stór hingað til, staðan bara 4-0 og Vega farið play-in upp miðuna. Skemmtileg tilraun, engin vappi á Kano hingað til. Furious nær þetta fyrsta. Hérna æða hins vegar út longið. Stjáni Guli þá bara henda öllu jútilunni sem hann er með í bettinu sínu. Ég vildi fá Molnar í rampir hann reyndar, hann er frá að mæta þeim satt hér. Nær killið síðan smókaður út. Ætlar hann í gegnum þetta? Þetta er bara að lörka inn í þessu smók. Þeir eru 2 hann að baka smókið, 3 núna. Pappo nær 2 Stjáni út úr smóknum, nær 2 grípur í Aká. En hann þarf að reloada byssuna, pressi með vappan akkurat núna. Kominn í brekkuna. Hérna getur Stjáni Guli bara tökkað inn í Gandalf sem er þessi staða. Og beðið eftir hjálpinni. Hann er með bombun og þetta finnst mér snjallt. Hann hefði getað lörkað CT-spónið. Klassi kemur, long range fight hér nær fyrsta. Stjáni aktiverast. Og hérna Stjáni bara að vinna rándið. Já, bara algjörlega smá mislingur hann á Vega. Það var smá gap í spóknum á Pappo og fann á 2. En greinilega ekki tekið eftir í að Stjáni er bara að killi hann fyrr á þessu staði í rándinu. En þá greinilega ekki reporta hjá þeim að hann væri ennþá lifandi þarna. Þeir átti að vita að hann væri einhvers staðar í spóknum. En það er ekki komast til skila og Stjáni fer ekki um smókin og tekur 2 í viðbót. Stórt ráð í honum. Unga meðlimi Vega. Heyrðu, VJ. Takkar vírus í þokkabót. Vank er fallinn og hérna æða inn á bíð. Finnur þetta tímasting á Nonna en þessi ennþá lifandi. Furious afgreiðir á báða og þá geta þið farið í fasta liði eins og venjulega en skátinn lifir enn. Báðir skátarnir í rauninni skít lár Pappo núna. 2 skátar geta heldur betur gert skaða hér. Sem á þetta. Furious skoðun lár. Mikinn skaða með þessu skáts. Ég held að hann sé að borga samt fyrir Þórleikinn bara núna. Hann var óþolandi á skátinu móti Þór. Hann Furious? Já. Já. Hann var líka mættur rótlitur hann að þetta verður ekki af impactful og þegar ég var á skátnum sko. Allir á shortið og Bjarni í vörninni hér. Allavega full HP sem að gæti hjálpa honum. Langt í vinans. Þannig að þeir geta, ef þeir ná killinu frjóðlega á Bjarna þá ætti bombar að fara náttúrulega auðvitað niður. Og ég hitt hann. Núna byrja vesinni. Hlaup upp úr sæti með 2 skáta, það verður eitthvað erfitt. Hérna kemur, þetta flash frá tímið, ég veit ekki, Greina nei. Það eru 2 þarna sem að þurfa bara 1 skot í sig. VJ nær að halda lífi örlítið, vírus með aðeins betri skát hérna. Ó nei. Ef maður vinnur þetta, það væri sjúkt. Það gerir það ekki. Guli með tekku, nær að púsla þessu saman. Þetta er too close for comfort. Algjörlega. Fyrir vegamann eins og þig. Það er galið að bara horfa á Kano, vera en endri aðið 2 hlaupandi úr shortið með skát. Mér finnst það frábært. Það er bara að horfa á þetta frá Bjarna sig, var bara skrítið. En núna er pressi komin á vappan. Hvernig er hann að skjóta í gegn? Hann ætlar ekki eins og reyna. Þessi smókur, góði smókurinn í hurðina sjálfa og hérna þetta er hægt mid-take að koma
Vírus allan að opna þetta. Setja yfir Það smókinn. er gat. Já. Hittir hann. Takka móti takki. Er það ekki? Nei. Stjáni Guli spottar þarna pressa á vappanum. Bjarni mér að púsa longið. Þetta... En hann fór ekki alveg út reyndar. Ég móla fyrir bak við hann. Ég kalla þetta ránd væri nokkurn veginn búið. Vita tveimitt, geta rótið það bara manni frá þessu longi þá. Já, hvað? Vírus kom með Finus á B-inu. Bjarni er að púsa núna. Það er ennþá bara einn inn á B og það er Vírus. En núna kemur annar. Vírus loksins kviknar yfir honum og sér þarna bombuna. VJ ætlar að píka þetta en Vírus, það er þægilegt 4K á vappan og það er 7-0 fyrir Vega. 11K á 2 leikmönnum. Núna andar það örlítið léttar. Átti þetta að vera Xbox-mókur hann hjá Canon? Nei, þetta átti að vera hurðsmókur sem að tegja sig alveg upp en... Já, sem lendir að, sem svona pixelsmókur eða eitthvað. Já, Sem að covera náttúrulega allt, bara eins og Xbox-urinn. Já. Já, hann er alveg feilað. Viltu ekki henda þessum Xbox lengur út þegar þú fer bara út miðina og tekur bara línu í neðrabið þá? Já, einmitt. En þarna hefði alltaf verið skárra, skilur. Já, vissulega. En þetta er alltaf smókur sem á ekki feila hjá þeim. Þeir vita að Vega er mikið að fara að spila með vappa í þessu mappi. Yfirleitt á miðunni og Vírus er ekkert þekktu fyrir að geiga alltaf mikið af skotum nema að sé í baki á mönnum í Vertigo. Eða Núk. Eða Núk? Áðan bara. Já, áðan, já. En svona highlight viffin að smakka er alltaf í bak á mönnum í Vertigo. Bæði á móti Dusty og á móti Þór. Já. Crucial rounds. Það var óþægilegt að horfa á. En allt í góðu. Það klikkar ekki hér. 7-0 staðan og Vega í góðu standi hér. Þetta er smókurinn, já. Já. Sjáum hvernig hann lendir núna. Þetta er bara lendir svo mittsmókur. Hann er ekki einu svona að lenda eins og hann ætti að vera að fara. Hakkar líka þriðja leikmanninn. Kannski ekki grip frammi fyrir því að þetta var bara tær snildana hjá Vírus. Hefur ekki mikið fyrir þessu og strax búinn að gera næstu 300 í skaða. Nei, hann tegir sig upp. Já, hann teygir sig upp. Hann tegir sig upp þessi. Ok, nægum að take flameið tilbaka. En Þetta er skítasmókur. já, ég held að hann var bara upp honum. Ég held að hann var að tala um annan smók sem er aðeins öðruvísi. En þessi hitti greina líka. Bjarni, hann er komið hjálp. Flastið ítir VJ aftur inn og Vírus komin í hjálpina. Beint í haus, þetta eru óþægilegustu skotin til að fá á sig. Hann er með 16-2. Hann er með 16-2 og hann er með 3K í þessu rándi og er búinn að taka Papo. Hann er að taka yfir leikinn sem er nákvæmlega það sem þið þurftu. Droppa báðir. CT. Vírus heyrið það. Hann er Aceinu. og það er ace. Aceið. 18-2 Vírus með aceið hérna. Heldur betur. Vaknaðu til lífsins. Skælbrósandi, skellir hlæjandi. Ekkert vesen á Vírus. 18-2. 13K pening. Droppar á vanker. Gjör svo vel, vinur. Ég held að hann verður ekki gert það. Það er annar mál. VJ, hann er aftur á skátunum og það eru 3 deiklurinn, tekka og pressa. Ég vil sjá VJ hittir hann aftur. Já, Vírus tekur hann út. Jæja, núna þarf ykkur að slökk í þessu manni. Það er gjörsamlega kviknað í honum. 19 frögg. Eiga longið, það ætla bara að góa beint. Vekar eru ekki tilbúinir. Þau séu svona hratt upp longið. Hún kemur í portið. Vírus eiginlega gripinn hérna. Hlustar á hælunum, Finus nær honum, deglurnar syngja en Stjáni Guli, hann er með vögguvísuna á 2 og Papo 1 eftir. Kunnuleg staða fyrir þennan dreng. Og það er Vírus með 5-7 sem er komin í 22. Ég ætla bara að hæla það hvert einasta kill núna. 22. 22 á hann. Og sko, Vankir er bara, hann þarf ekki einu svona að taka þátt í þessu leik. Já, það eru samt að vinna 9-0. Já, Vankir er bara áhorfandi. Ég er það sem ég segja, þú veist, hann er ekki að nóg. Já. Bara Vírus er heitur, Vankir er, hann er mikið búinn að spila hann að megin held ég, minni mig. Hann á Teamspeak að peppa Magga bara, Já. Magga Vírus. Hann er 1737 damage eftir 9 round spiluð.
Já, en þetta var Vankir búinn að leiða mig fyrir leika, komið hólskeflun yfir hann, sko. Þannig að ég ætla að benda á hérna, hann er líka með 0 enemies flast, þannig að... 0 í KD og... En það er ekki spurt að því þú ert að vinna 9-0. Þetta er leiðisleikur. Spyrjum að leikslokum og í leikslokum í núk þá var Vankir heldur ekki góður hana. Hann er svona þriðamaps leikmaður, myndi ég segja. Já. Það er ekki. Bendirast til þess að við séum að fara í Ancient sem er senasta mappið en það er ekki aftur. Það er spurt að leikslokum. Og það virðist vera að Vírus sé búinn að pósta sig upp á shortið. Kunnugleg lína. Furious er að leika sér meðan hérna. Sleppur. Vita vappanum að þeim núna og að þeir sé að reyna allan í mid-controlið. Það er ekki solo vappað þarna. Strax búinn að bústa upp á þarna fyrir mitt og bíð. Sjá. Þetta er bara... Finnur sér þetta fyrir henni og furra. Þeir eru samt feira þau hún að bíða. Þetta er ekki nógu vel spilað. Hann er alltaf að fela sig hann að Bjarni gæti verið stór. Bombu er treytaður. Stjáni og lengi að móla glugga hana. Vankir náður nýður hérna. Það er Vankirvaktin hérna. Loksins fellur Vírus. Fyrsta ránd til Kano. Já, 23 hérna Tommy. Einfalt mid to B í rauninni. Bara ná einföldu mid-controlið með 5 leikmenn og röss út miðina. Með 2 B og ná einum er bara einfallega ekki nógu gott. Sérstaklega þegar þú ert búin að reikna með þessu með boostinu á síðspórinu. Þetta var questionable. Bara móllir allt á lengi hann hefur Stjána. Ef að nær mólurinn niður þá eru örugglega ekki að fara að þora að keyra í gegnum hurðina því að þeir vita að það er einn mögulega 2 að horfa þarna eða þeir ættu samt að gera og ef þeir hika þar geti verið annar bústaður síðan. Vankir komið neðra á, nær killi þarna, Vankir komir á blað og Vírus eins og ofta áður. Ég var að fá bíl og bíð. Tekur Finnus. Það er repeat galore hér í miðjunni. Vírus kastar frá sér lífinu. Doppel vappi hérna líka á þeim sko. Hann á ekki. Hann sér hann. Furious er að beila þarna út Bjarna en hann slettur fyrir mollanum. Vita núna af Vankir á B-inu. Stjáni guli. Það er fínt fyrir hann á einum hér. Nonni! Hann ætlar að hoppa upp. En Nonni sér þetta fyrir. Það er 3K. Þetta var glæsilega gert! Þetta var fallið fyrstu killin hans á rifli í þessu mappi og þau eru heldur betur smekkleg. Hvert voru að hlaupa? Bomba kannski það. Það var mjög skrítið allavega. Voru ekki með bombu? Ég veit það ekki. Var hann á spóni? Það var enginn á longinu í svo nóti, svo í muni. Nei. Þetta var replay á þetta. Þetta var eitthvað skrítið. Það hlýtur að vera bombar að hafa verið á spóniði. Síðanst rándið í fyrri hálfleik hér að hefjast 10-1 staðan. Finnus byrjar á því að vera að taka henni í 27 með grensum. Vírus heldur áfram að spotta mitt. Stjáni guli. Þeir eru konur fyrir fram að smókin. Stjáni og Pressi og Papo PN2 á endri frökkum. Hann er viðsinn upp á hann en að Vankir. Nei. Tekur sjórka en rýp upp longið alla leið DJ. Hvað er að gerast? Þetta er smókur. Hann smókaði síti hann fyrir Nonna. Kemur Nonni örugglega jafn mikið óvart. Þetta hann í fæti. Nonni ætlir öll í fæti hann síti. Já, gera það. Vírus vippar. Furious tekur Nonna út. 11-1 Vega eru ekki að hangsa hér og eins og þeir hefur sagt á senastu leiktíð ekkert hangs, ekkert tig, áfram liðsnafn Vega. Mátt alveg segja Breiðablik sko. Nei. Ég var að spá hvert þú varst að fara með þetta en svo bara, nú skilur við. Ekki tómsækt. Er þetta eitthvað sem þið segja? Já. Ég lærði þetta að blika. Aha. Já, mínum allra besta blika. Furious.
Nei, Funky? já, Funky. Funky, já. Er Furious ekki blikið? Furious, nei, hann er harður hamarsmaður, sjálfsögðu. Jæja. Það má öllu breyta. Tapa upp miðuna. Það er bakkuð frá shortinu líka, þeir eru þrír hann að fæta miðuna. Og koma að veka frá neðralópi líka. Geti komist út mitt hér, það er tveir hins vegar á B-inu, einn á shortinu, þetta er sterkt sett upp fyrir B-ið, púsa núna inn í neðralobby vantilega núna, nei, Finus bakkar út frá þessu. Tveir hann að bíða að mæta þessu. Úrlega vel klíra VJ. Úrlega vel gera. Hann vantilega poppar hérna upp á óþægilegasta tímanum. Þetta var hræðileg tímasending. Vírus er VJ, þá er Finus einn eftir í lobbyinu og hann ætlar ekki að taka fætin áfram í neðra, eða hvað? Jú, hann ákveður að hoppa hann upp. Bombarættið hins vegar að fara niður hér, 2-2. Vírus tekur fætin á móti P250 hér. Double píka, einn á Xbox, einn í lobby, Nonni, hann var stjarnan. Í núk, nær hann að púsla saman fyrsta rándurinn hér, Stjáni Guli á móti honum, reloadi kemur inn. Glæsilegt hauskot frá Nonna þarna. Nonni höfluðu maður, ha? Svona leikmæri á serverinu sem ég þekki hvað minnst af öllum. Búin að hæga góða seríu samt. En Víti átti hann ekki bara frekar að fæta en hann B-sætinu með Finus heldur hann að fela sig eitthvað? Jú, þeir voru að droppa niður og fæta hann. Já, bara VJ það verður miklu betra. Það væri það. Það hitti líka á ógeðslega umöðlega tímasendingu þannig. Sko. Þeir svona sá hann þegar voru í svona transition, eða voru akkurat að fara í felur. Já. Þannig að þetta var alveg vonlaust fyrir VJ. 11-2, löng leið tilbaka, en Furious er á scout. Hvað gerist? Ekki, ég vil eiginlega bara ekki sjá þetta sko. Ekki takk, þetta er í fyrsta skipti í mörg ránd í röð hjá Furious. Og hérna kemur neðarlobby tekið pressi með grensuna. Það er engan skaða. 11-2. Það er ekkert jútil Nei. á Kano. Sér þetta? Það er Ekki eitt flass. Það er meira jútil á terrónum. Já, þetta er bara, Ég fór bara í 4 M4s. gefa þeim enga short-range fæta. Þetta er allt long-range fæta. Nei, einmitt. Eða mid-range. Það þurfum líka bara að stikka, veist. Sem er alltaf vantilega að gera. Tegja hérna á vörninni en þeir eru að fara inn á. Nonni gerir vel og nær vakkar út í gennum smókin. Þetta er með Vírus sem að hljóp óður hann í gegn og pressi með 2. Þannig er þetta alveg búið að falla sjálft sig. Furious með scoutinn, einn eftir inn á CT-spóninu. Finus hinum megin við. 35 sekúndur eftir. Og það er bara spurning, getur Furious gert eitthvað í þessum málum? Eða eru Kano bara mjög sáttir með stöðun eins og þeir eru halda 4 M4-um, eða 4 M4-um og einum Galil. Deyðu bara Furious. Bara, þú veist, fínt að á einningu enn ef hann getur það. Það er hérna á CT. Ætla hann að halda þessu. Núlkall og skátt í næsta. Hann er einum. Ekki detti tíma samt. Þeir eru að fara í höndið. 2, 1, Pabbo. Deyðu bara, á deyðu engan bara Furious. pening. Hann á God $300. damn it maður, en við erum svo sem séður að hann getur. Hann tekur scout í næsta landi. Já, einmitt, já. En þeir hefur örugglega farið í planið þarna sem er góð allir B og Furious reynir að hitta einhvern í gegn. Ef hann hefði náðu að halda þessu, en hann fær scout. Jæja. Hann fær scout. Þeir fara í forspæ, full on forspæ. Peningur á terrunum. Pabbo staurblindur nær Stjána Gula þarna. Það voru einhver að flassa fyrir hann allavega. Annamáli. Og bomban. Jæj. Það er ekki alla leið. Og Furious ætlar að sjá hvað hann getur fundið með þessum scout í miðjunni.
takkar ekki VJ. Já. Það er nokkuð kaldur kallinn. Ég held ég veit sjá ekki þarna. Og hér falla þeir allir Furious einn eftir á skápnum. Það er að halda honum aftur. Nei, hann er alveg eftir það ekki séns. Kunnuleg staða svo sem. Ætti að hafa heyrt í þessu takki. Heyrið þessu og Finnur með Furious í gennum smókin. Það er 11-4 Kano. Ná að rétta örlítið af eignast smá pening hérna inn í seinni hálfleik á meðan Vega, ja, þeir fyrir að opna sparibukinn. Galopnan. Þetta betur bara einhverjar litlar skampissur hérna á Vega Tech9s og Scout á Furious. Það er sjálfsög, hann ætla bara að vera Scout í þessum hálfleik. Ekki mörg tök í þessum leik. Nei, ekki nein. Nada. En Furious tekur Papo. Það er bara einn leikmaður lifandi á B-nu. Þeir ætla A, það sem eru 3. Nei, ákveða midrandkolla bakk á miðjuna. Furious samt að kíkja. En Vanker að næra púsla hauskotinu. Þarna er B gríðarlega einangrað. Hann er pallerinn í heiminum hér. Nonni þarf að rétta það af. Ekki að hafa tíma hérna. Þeir eiga ennþá eitt smók á Bjarna, þannig að þeir gætu alveg kælt þetta alveg niður, en þeir ákveða að fara bara allir í BLB þar sem við fá 4v1 inn á móti Finnus. Ekki vel staðsettur fyrir nákvæmlega þetta. Tímasendingin. Missir að þeim. Nær þeim, nær þrem og fjórða. Ég held að við hitt á akkurat slæma tímasendingur fyrir Finnus, en hann bjargast. Redda málunum 11-5. Kano að spilna á móti, en nú er komið að Gunnrandi á Vega. Furious búinn að gefast upp á þessum scout-draumum. Komin að AK. Ég er ánægður með það. Hérna ætti default að vera 2 í neðra, mid-control, 1,5 á longinu, hóta mid to B, fara síðan shortið. Ég kíkti í hérna glósubókina hjá Bjarna. Já. Það er eigaleg B-take í pókahotninu, sko. Þannig að það getur alltaf hent í það svona later round lýstvel á og utility í það. Gefa shortið. Einn að spila bara Óla á bíl. Short controlið. Vanker lætur heyri í sér hérna upp á Xbox. Já. Lörgsmókur. Ég ætla bara að fara í short. Eða hvað? Still upp í short, teikið sitt hérna. Það er svona að fara mitt upp í, droppa CT. Nonni. Ég líklega að taka Bjarna henni eða hvað. Nei, hann fyrir ekki í gegn. Bjarni á CT spón. Ekki einn leikmaður hérna á B-inu og hann er tekinn út. Bjarni fellur 3-3 hins vegar og þeir komast inn á B-ið. Utilið er svo sem ekkert frábært, en 2 mollar í boðinu. Smók og 2 mollar. Smókur fyrir niður. Djúpur molli og eitt af erfiðari sætum í Counter-Strike til að brjóta niður þegar Utilið er til staðar. Annar molli og þetta tefur ennþá meira bomban að hálna. Búast alltaf við því að fá einhvers konar flankirna, en hérna koma flössin. Eitt flass. Hérna kemur það. Manki tekur fyrsta. Furious nær að svara vappin á Nonna og hann ákveður að yfirgefa svæðið. Það er 12. rándið og map point fyrir Vega. Map point fyrir Vega. Það er líka bara þægilegt fyrir að ná því svona snemma map pointinu. Við munum náttúrulega eftir Ármannsleiknum þar sem að Ármann kompakkaði úr gjörsamlega vonlausri stöðu. Já, út frá hundsaklötsi. Já, einmitt. Það var cirka, var ekki 11-5? Eitthvað sem að byrja, svona 11-4-5. Galið comeback. Ótrúlega menn. 12-5 hins vegar. Það er verið að svara í sömu mynd hérna eftir núkið. Full AK-kaup á Vega. Doppelvappi, City main.
Settlum í B-take. Mjög hrifin af þessu. Papo er ekki með smók. Hann var bara aldrei með smók. Hérna koma 2 smókar, smók fyrir glugga og hurð og hérna koma á Vega út á B-seti móti Papo. Papo er staurblindur og tekin út. Bíð alveg smókað út pressi. Það er engin leiðin á sætið fyrir hann. 2 vappar í þessu ríteki líka. Ómöguleg staða. Þeir eiga, þú veist, 3 smóka, þeir eiga 1 flash. Vika á 2 móla eftir þennan. Já, komast upp Nei, 3 móla segi ég. 3 móla eftir þennan. Þannig kemur mólir í 3. Komast ekki í gegn þarna eða hvað. Þetta er allt og erfitt. Hérna koma þær í gegn. Og einn eftir Nonni, hann fellur 13-5 masterclass í hvernig hann halda B-sætun allavega með mollum og við erum að fara í úrslita mapp. Heldur betur, ef þú nærið þessu B-seti í þessu mappi líka bara snemma rounds sem þýðir að þú átt líklega mikið utility eftir, þá er það bara ekkert hægt að ríteka. Það er alveg galið að ætla að fara inn í gegn. Ákvörðum Papo að taka ekki util og kannski MP9 í staðin fyrir M4. Hann var með grenu held ég og flash eða eitthvað. Já. Hann hefði getað sleppt grenu fyrir smók eða eitthvað. En þeir hefðu samt bara beðið eftir smóknum að fara eftir hann. Það hefði ekki breytt það miklu. Það var alltaf erfitt því að hann var bara einn núna að mæta þessu og líka bara gott teiki og Vega. Gjössanna staurarinn á sætinu. Einmitt, nákvæmlega. Og já, getum við talað örlítið vírus í þessu leik eða? Já, geggjaður. Þetta er það sem að Vega þurfti í þessu mappi. Við tölum fyrir leik. Gott vappamapp og það var heldur betur góður vappi sem að mætti á serverinu. Já, það er nákvæmlega þannig. Það er vírus sem mætti í Dust 2 en það er ennþá 1 mapp eftir 1-1 í seríunni. Það er Ancient næst, ekki fara langt. Wait, is he switching lanes? Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Velkomin aftur, það er 1-1 í seríunni eftir æsispennandi Dust 2. Var það æsispennandi samt? Vega lestina þá að það er komin rosalega mikið af kolum inn í járnbrautarlestina sem að Vega er. Heldur betur. Þeir heyrðu ekki þar að Kano var ósigrandi í Dust 2 og búin að taka mapp af öllum efri hlutanum í Dust 2 og þeir sögðu bara, heyrðu, hingu ekki lengra og bara pökkuðum saman. Hvað var 10-0 tímabili? Já, 10-0, ná einu rándi 11-1 í fyrrháleik og lokaði síðan 13-5. Bara mjög klínist hjá í rauninni Vírus og hans mönnum. Hann rípikaði allt, hann hafði confidence í gjörsamlega allt, en nú er að fara í aðeins öðruvísi mapp. Við erum að fara aðeins lokaðara mapp, minna að vappa dúelum sem hann fær svona einfaldlega, þú veist, það er oft miklu meira smóka til þess reddrúmið og svo framvegis. Það er að vera alltaf kreatív til að ná í pikið sín. Einmitt. Við hefum ekki rosalega mikið að gögnum þessi lið í Ancient, en eins og tölum við fyrir eða eftir vetóið þá spila Breiðablik það mikið í fyrra sem er Vega núna og vitum minna Kano. En Kano er samt liðið sem ákvaða að fara í þetta fyrir en Vertigo, þannig að við kannski erum eitthvað þarna. Kano vann allavega í þessu mappi, vitum við. Já. En ég er smá, þú veist, ég er svona smá að veltaði fyrir mér hvort þið séu með, þú veist, mikið jútil og myndi þurfa á móti vel uppsettu liðið svo Vega í þessu mappi. Já. Eins og til dæmis, þú veist, getaði rössað æð og þú veist, smókað þarna Donut og síð. Donutin í rössinu ég meina, þú veist, þetta er bara settu frá spóni sem hún tekur, þú veist, fullt af þannig sem að er mjög gott að geta í þessu mappi. En á saman tíma og ég minnist á það, þá, þú veist, þurftur ekkert út til í núk og það virkaði bara nokkuð vel hjá þeim, sko. Já, en það er töluvert auðveldara fyrir Cityan að loka þessum chokebondum og setja í sniðug setup sem er dálítið sem við erum búin að sjá frá Vega og annar punktur sem okkar að benda sérstaklega á að í gegnum svona eiginlega alla leiktíðina þá hefur Vega verið rosalega góðir að búa sér til einhver grensuplay og eru rosalega duglegir að nýta þann skaða sem þau frá þeim og það er auðvelt að gera það til dæmis í miðjunni, grensa upp á leinið, grensa frá B-inu niður á leinið og búa til skaða þar sem að önnur lið einfallega voru ekki að nýta sér jafnvel og liðið hans Bjarna Vega. Einmitt, þessi mjög góða punktur á þér með utility hérna og ég vil að fólk taki sérstaklega eftir í lane utilitynu hjá Vega í þessu mappi. Ég ætla að spila eins með kjarnan í þessu liði fyrir landmótið Háringin daginn og þeir eru með alveg virkilega bara, þú veist, tier 1 í raun og veru sett, grinu sér síti á laneið, þannig að ef að Kano-menn ætla að taka leini eitthvað hratt, keyrin í cave eða eitthvað þannig, þá ættir að vera særðir, alveg mjög særðir. Mollanir hittur réttan stað og greinur ætti að lenda í andlitinu á þeim. Þannig að, sko, mér líður alveg þokkalega vel hérna sem Vegamaður. Þú varst eitthvað aðeins að efast hérna áðan? Hvað? Ég var smá stressaður, einfallega vegna þess að þetta er dálítið aim-heavy map. Þetta er kannski ekki eitt af þessum pugg-möppum. Aðeins meira strategi á móti það og náttúrulega mjög auðvelt að rótið hjá terrornum, sérstaklega þegar ná mid-controlinu sem er erfitt að halda sem CT. Ég hef persónulega spilað með þess á móti Vega í þessu mappi. Það er mjög erfitt. Þeir kunna nota utility mjög vel eins og mentist á. Þeir elska að ná keifinu og þrýsta þeir aftar hægt og rólega bara með mannskap og eru mjög duglegir líka bara að taka midrandkollin að yfirgefa sæt og rótita yfir í Donutin, sérstaklega termein. Þannig að þetta verður brösulegt fyrir Kano að lenda sigri hérna og komast lengra í þessu, en mér finnst meiri séns hérna en ótrúlega satt heldur en í til dæmis núk. Ég hafði ekki mikla trú á því að Kano myndi ganga svona vel í núk. Nei, ég hafði enga trú á því. Já. Við erum búin að sjá Vega í þessu mappi áður á tímabilinu. Það var á móti Hetti. Ég held að þessi einileikurinn, það er ekki annað sem ég man eftir. Já. Og þeir töpuðu þeim leik í framlengingu. Höttur náttúrulega mjög sterkt lið í þessu mappi. En það var rétt á svo segir. Þeir eru mjög góður í að íta út keifi sérstaklega. Þeir eru með mollanan í terr sem að, þú veist, þú kastar í rössi,
til að fara inn í keifið og blokkar þannig að City komist ekki framalega. Já. Og svo taka hann elskar að taka líka seinni mólan sem blokkar þannig að þú getur ekki verið að spotta þarna aftari spottið. Þannig í raun og veru Anacondan sem Vega hana að koma sér framar og hægt og rólega að kirkja B-sætið. Eitt sem samt áhugavert við nákvæmlega þessa molla og smóka, það eins gott að hafi gefið sér tíma til að rannsaka þá aftur því að eftir að hoppinu var breytt, þá virkar ekki þú verður að finna nýtt læni. Já, það málið. Já. Ég var ekki búinn að taka það inn í myndina. Það verður áhugavert að fylgjast með því í þessum leik. Já. Af því ég veit að Vega var ekki að búast við einselt í þessari seríu, þannig að þeir eru ekki búin að vera að fara eitthvað sérstaklega vel yfir það fyrir hennar leik. Gæti verið eitthvað, en það þarna hnífarandi að byrja hér. Upp og sí, gefið þarna bakið. Nonni var bara ekkert að stressa því að gefa bakið þarna. Nei. Og Vega, þeir þurfa að væntanlega að byrja City með þetta. Mér finnst ekki ótrúlegt ef að Kano byrja Terr, en svo sem það oft sem að menn fylgja bara eyranu og velja alltaf City. Já, það eitt af þessum möppum sem að, þú veist, alveg áhugavert hvort þeir fari. En jú, þeir byrja City. Ég sammála því, ég mikið Team City alltaf. Mér langar alltaf að byrja City, kannski bara gömlu vana, ég veit ekki hvað það Þetta og Anubis bara svona, ég alveg til í að byrja Terr, mér alveg sama. Já, alveg klálega. Sakna það samt þessa hörðu City mappa, 13-12-3. Train? Ég er búinn að tala það áður. Nei, bara gamla koppul, eitthvað hannig. Ég svona svæla. Koppul, sko. Já, Þegar maður náði double entry einhvers staðar, þá maður bara þjóðhetja, sko. Þú vinnur klötsar í Terr, það var svakalegt. Það bara að vinna leikinn á okkur einu klötsi. En við erum komið live, það þriðja mappið. Þeir eru að fá frítt afslættina. Komin ekki Donuttur 4. Þeir eru hins vegar 2 í lobbyinu. 2 í lobby. Stjáni var að snúa sig við, það gerir það. Það það fyrst að spottar annan. Þurfa bara að finna frakkið á hann og hann klárar skotin. Stjáni með 2K og þá retakið að hefjast Furious. Hann kemst í baki. Heyrir í þeim. Lifa. Kemur plassið. Og þeir falla hérna allir kanamenn fallnir. Og Vega komast bara hana inn á opið A-site af því þið voru að pússa City hérna inn í A-lobby og Stjáni Gulinn að fella á báða. Flawless round og einu sem tekur skaða Stjáni Guli og hann var tekið niður mér sýndist það að vera 32. Já. Heyrðu, slæma fréttir. Nú. Engin kams. Það engin kams. Það bilun. Æjæjæj. Bilun, ófyrirséð bilun. Gæðin á útsendingunni niður 50%. Það bara neitt. Instantly. Leðilegt. Það kom að Vega aftur opið A-site. Þetta skiptið ekki einu sinni neitt í A-lobby eða í Donut. Frítt plan, það verið að drífa sig. Einhver fyrir að fara að svæfa. Já, liggur á hurðinni á Furious. Þessi grensa var kjarn. Þú fikk þessu YouTube damage eftir þetta rand. Fyrkast þessari grinu. Það góð spurning. Allavega enn annað flawless roundur hér hjá Vega en M4 kaupi ætti að koma hérna og þetta M4 kaupi sem ég ekki hrifinn af. Lítið jútil. Nonni þarf að fara á Famasinn. M4 líklegast á restina. Nei, MP9 á Finus. MP9 á Finus? Heldu. Finus típisk svona leikmaður fyrst með einhvern veginn sem að hendi bara í M4 stóran armor, ekki banal. Engan lítinn hér. Já, engan lítinn, ég nenni ekki einhvern auka smók, það ekki að nota hann. En 3 M4-ar á þeim allavega. Mid-side smoke á bíðin, þetta óþægilegt að eiga við. Papo, eins og hann að taka þetta niður, 2 Virus. Mær flassið þetta inn, hann kominn vinstra með einn og snildarlegt frakkandi hjá Papo. Furious eins og að lurka hérna yfir. Nær einum en það Nonni sem nær rífrakkinu. Við tökum Bjarna, þeir eru margir mættir hana, 3 mættir hana. Stjáni Guli kallaður yfir til Vanger. 3 á B-sætinu, spreyjandi gegn Vanger og Stjáni í millitíðin þetta lappa hérna út Donutinn. Rótið eins og að koma í redrúmið fljótlega, þurfa að haska sér öllítið. Ætlar að fara miðjuna.
Stjáni tekur pressa. Ódýrt pressi þurfti bara upplýsingar. Það þurfti ekkert endilega að ná okkur killi. Lappinn í red. Næsti maður sem mætið er Nonni. Búinn að vera virkilega sterkur í þessari seríu. Stjáni ætlar að láta rífraka sig, gerir það hér. Vanker gerir þetta 2 á móti 1, 1 í Donut, það Finus. Finus vel staðsett. Tekur Vanker úr 2-1. Kano kom þér á blað hérna. Strax í byrjun, 2-1. Ágættur peningur samt. Já, Veko annað kaup. Geta haldið pressunum hérna vel á efnahæginum hjá CT-honum. Hvað kallar Bjarni hér til að koma þeim aftur á sigurbrautina? Bjöð vel haldið hjá Kano hérna með litlu jútil í þokkabót. Líka bara hart rótið sem að við fengum nú. Líka með Molli og Grena. Og Nonni tekur einn störblindur. Þarna sáum við Mollan líka feila. Já, einmitt. Pressið komið í baki. Stjáni er ekki að fara að sjá hann. Nei. Vanker hefur tekin í baki hérna öllum líkindum. Nei, hann gerir hann ekki! Ó nei, þvílík mistök. Vítja eins og með 1 tilbaka en Stjáni Gulli endrýjar á Bjöð. Bjöð er alveg fallið. Bombar þetta fara hér niður. Þvílík mistök. Þetta er svo mikilvægt að rándinu fyrir Kano. Bankir er bara ekki til staðar. Hvað er kallið hérna? Þeir seifa. Já, seifa Vítja Lár líka. Finus heill heilsu er með kittið en þetta er allt of mikill séns að taka með þessa 2 riffla. Geta gefið 2 byssur í kjölfar á þessu. Þetta var stór punktur sem góðst með hérna fyrir leiktómi með þarna nýja jump throwið. Já. Virðast ekki vera búin að átta sig á þessu Veka. Náttúrulega ekki spila þetta mapp mikið nýlega. Þannig að þeir eru bara að taka raun og veru gamalt út til gömul line-ups. Gæti orðið þeim að fallið. Þesslega hann hefði verið örlítið lægri þegar hann komið að inn í keifið og mætið þeim. Þessi Grena hitti samt. Grenan hitti og þeir hefði fengið að vita að hann væri að koma. Já. En hann samt, hann var staurblindur hann átti ekkert erindi að taka hérna fyrsta einu sinni og hann er að særa Vanker líka niður í ekkert. Ég held svo mikið að pressi ætti hann bara gefins. Bara að klíra engul sín. Autoshockun og það var bara 5-7 á pressa. Halda áfram að kaupa inn í þetta sjálfsögðu hérna Kano. Lane control vill sjá þennan Molla upp í. Hvaða Molli er þetta? Bjarni kann nú sett Molla við þetta. Það var frekar lélegur Molli, lélegur smókur líka á móti hérna hjá Kano. Nonni með autosokkunina að setja Veka í hræðilega stöðu. Hann smókur í 11. Apo Lár nær vírus en Vanker með endrið. Tekur þá Nonna tilbaka frá keifinu. Vita af báðum. Vanker Lár. Mjög tæpur hana. Lappar hérna upp af keifinu. Pressi í vörninni. Frag fyrir hann. Bomban liggur heldur fljótur á sig fannst mér. Furious hvergi nálagt. En hérna þurfti svo sem hetið það er. Hann er svo lágur eftir þetta. Það er svo mikilvægt fyrir Kano að halda byssum hérna. Furious. Það getur ekki verið að hann ætla að halda byssun aftur. Það getur ekki verið. Jú, þeir geta keypt hérna Vanker, Stjáni og Bjarni, þannig ég fíla núna ef hann er að halda þessu, en það er 30 sekundar á klukkunni og þeir er að boksa hann inn. Hann er ekki að fara að ná að halda þessari byssu, held ég. Nei, Finnur sér að fara að taka hann. Nei. Furious segir bara nei. Núna ætti hann að geta haldið henni ef hann hleypur bara hinum inn á mappið. Fekk frí hann smó. Ó, ok. Ok. Nei, þetta er alltaf lagi, þeir ná alltaf lagi kaupið hérna í Veka. Þeir ná alltaf á 4 AKM ef að Furious heldur þessu. Hann spotta hann. Nei, heldur bara 3 AKM næsta rúndi. Ja. Já, eitthvað AKM, nei, Vanker er enda líka tæpur. 2 AKR. Kannski Galil á Vanker eða hvort hann fari bara í Mach 10. Það er svona aðra spurningin hér.
Mach 10 tekur utility. Vanger kann alveg hauga utilum í þessu mappi. Ég held að hann kasti yfirleitt þessum molla þannig í cave sem reyndar að feila núna. Já, kannski hann hafi ekki bara vitað fyrir leik. Það eins og þú talar þetta var ólíklegt mappa að koma í seríuna. Þannig kemur þessi midround smoker aftur á B-ið aðeins að reyna að fá rótitið yfir, veikir A-sætið, Bjarni í entry hlutverkinu á A. En Finus sér við honum þar. Það Pressi og Finus sem að standa sína plikt þarna á A-sætinu á Donut og þá fer rótitið yfir að reddrúminu. Þeir eru byrjaðir að Donut sjá hann. A-lit. Ekki alveg sögum það sem hann að veka. VJ kemur út af miðjuna og tekur restina. Furri bara einn eftir. Og Nonni, það akkeri sjálft. 3-3, Kano svara tilbaka. Þetta fannst mér ákaflega skrítin leið til að setja upp ránd. Einn í A-lobbyinu sem einn að reyna að finna eitthvað entry. Eiga miðjuna, einn góðar inn í Donut. Einn aftur. Já, upprunalega planið Bjarni líklega verið. Hann ætla að fá kontaktin á A-inu þannig að sem forsa rótiti frá Donut inn á A-sæti þá ætla að lappa út miðjuna og ætla veit ég hvort það ætla að fara í reddrúm eða hvað, það kannski eftir hvort að Bjarni næði í pikki eða ekki. En alltaf langt á milli Vanger aðalega og næsta mann svona eftir. Gamla góða utilið þetta, niður á leinið, alveg 3. Þetta koma þér upp rampinn. Náðu bara einn baka en náðu plantinu. Það stóra spurningin. Bomban að fara niður, það væri stórt, hún fer niður. Það hann einhver, nei, Bjarni, nærðanlega bomburinu, það var aðtakmarkið, þessi mid-side smoker fyrir fyrir það. Já. Það var bara akkurat það sem þið vildu út úr þessu rándi, það var bara einn í byssu, en bomba fyrir niður og Kano eru komnir yfir. Komnir yfir eftir ná ekki þessu mikilvæga fyrsta rándi, þetta L-smokerinn. Hann hefur ekki breyst neitt rosalega mikið. Aðeins dýpra. Hann viffaði samt. Hann viffaði stáðan. Engin L-smoker. 3 í miðjuna þessunni. Það var jump throwið sitt. Ég ætti með það að bæta. Gamall vani. Hann stendur í mollunum Finusni 4 HP. Þetta flass var gulls í gildi. Finus og 4 HP. Ég ætla að reyna að finna eitthvað en kemur flass. Það eru stauraðir. Nonni nær ekki að klára hann. Vanger tekur hann út. Hann þurfti bara að halda niður Másson aðeins lengur. Og þá Papo einn inn á B-setinu. Þetta að koma. Papo vel stressaður hérna. Mikið util að koma inn. Vanger tekur Papo. Vanger vaknaður? Það spurning. Hann með 8-4. Við taka eftir. Pressi. Inn í 5-munni ætlar að spreyja á defaultið. Hann safe hérna, hann svo low, hann Finus. Kannski fer eftir hvað VJ að gera hann í bak frá Terspawn. Já, það maður að bíða eftir honum. VJ sér hann missir ekki HP á þessu. Þeir ætla að treyta hann hvað gerist? Já, hann svo öðru sér treyt, kannski. En okkar að klíra rándinn á veka. Það bara vírus sem tekur Bjarna en ekkert annað sem fellur þeirra megin. Það sem Vanger þekktu fyrir. Hann þekktast fyrir öllu að entry náttúrulega í terr. Þá stóð hann heldur betur fyrir sínu. Þetta fyrstu minninga mínur af Vanger þegar hann með C-setu að hlaupa upp eitthvað, einhver staðar og í Vertigo til dæmis bara með C-setu, hlaupandi og entry. Já, bara tengið með ras eða sem við þetta hug. Hann elskar marga klippur á hann sem hann hlaupi þar upp bara með hvað byssu sem nánast og náðu okkur highlights. 3 að mæta middin á Kano. Veka ekki að taka middin eitthvað hratt. Yfirleitt bara leyft Kano að utila bústið. Vítin að svara. Það var treyta og gera góðan skaða á Bjarna líka en þetta alltaf betra fyrir
kerrana, sérstaklega þeir eru komnir þarna inn í rampin aftur. Þeir eru búin að einangra Nonna núna í þetta skiptið. Ekki langt frá því. 4 í skada á hann á þessari grensu. Papa og Nonni líka að fara að fá eitthvað alvöru pressu hérna á sig. Papa sem kom í rotatið. Mollin og default var ekki nógu langur. Papa tekur 1, tekur 2, nær að gera meira. Hann fellur. Eiga smoke. Einn í bak. Hvernig ætlar að spila afturplantið hérna? VJ elskar að greinilega fara á lönguleiðina. Annars getur við sjá hann gera það. En þeir búsa saman inn í cave. Eiga ekki smoke fyrir default plantið. Hvernig hittir tímisengin á núna? Þeir eru langt frá bomburu núna. Ef þeir smoke og deffa. Þetta er bomburu núna. Full def, full def. Og hann nær að deffa! Einfalt skot þarna, Finus. Það er beint í haus, ekkert ves. Þetta var... Það voru sekundu brotana, Tommy. Já. Úff. Eitthvað misskilningum með hvað plantið var fyrst áður en að sprayið fóru réttan stað. Mér er þess að hrifnar þegar plantin í þessu hérna pingu hotni þarna upp á að sprayi gegnum smoke, sko. Pingu hotni. Það kemur svona náttúrulega súlan, síðan er svona smá viður og planta þar hjá það sem viðurinn og súlan mætist. Það var maður hæra. Já. Er ekki það skjótaði gett á vinstra megin? Jú, það er hægt. Eða þú veist, sem CT. Þetta kom í gegnum miðuna. Og það er doppellendir frá Stjána Gula. Það er játni þarna í Ancient. Doppelentry. Geta núna... Nú verða eins og þau vilja Stjáni Guli að leita sínum þriðja hér. Stjáni 400 undan og tapar fætum til Papo. Vita eins og hann af Papo og ætti að vita pressi er ekki sjálfur. Vita hann núna grensan fellir ekki leikmann en Mollin er góður. Vita eitthvað 100% hvað hann er. Mjög vandrarlega staða núna og pressa hann að finna eitthvað. Hann er grinar að bjalla! 3 á móti 3 núna. Og allavega hauskot á Papo. Já, þeir eru farnir að segja það. Já. Alltaf lítið HP og vitaðum báðum. Þetta er annað tímkilið í leiknum. Það getur reynda verið að Vankir hafi hoppað hann að fyrirgerðurinn hans en... Já... 5-5... Alltaf vika... Sér fyrir spektur sem þeirra hálfleik hingað til. Ekki búin að strengja saman mörg ránd í röð allavega. Nei, svona ekki almennilega búin að ná að brjóta bankar einhvern veginn hjá þeim. Þrátt að ná að seifa líka en hérna fáið bænt... Ja, Forsbæ. Finus er náttúrulega 1400. Já, ætti að forsýna þetta. Spurning hvernig það mun líta út hjá þeim. Það er eitthvað að ræða hérna sín á milli. Skildu er hins vegar að strengja þetta ránd saman við rándið sem vorum að sjá. Þá ætti að koma hræðilegt kaup í síðasta næsta. Þetta er bara döðufærið að koma sér í 7-5 hérna hjá Vega. Það banki þeir eru ekkert frábær heldur en hérna kemur þetta. Smókur í cave og smókur fyrir red og Vega eru allir B-main. Þarna hitti Mollin. Spurning hver kasta á honum. Pressi bústærinu upp á 5-unni. Er þetta flass sem hann er að kasta aðeins á undan og Vankir fellir góðir smókar. Papo með 3, risastór hérna og VT með vírus. Þetta er flawless round. Flawless bara out of nowhere hérna, fara akkurat á staðina sem að byssuna voru. Papo að gera bróðið sinn stoltan hérna í B-holdinu. Heldur betur. Já, saman hinum meginn að Vega var heldur ekki með góðan banka. Bara 1 AK, Stjána Gula. Kano gæti verið að tryggja sér sigur hérna í fyrri hálfleik í þessu third mappi. Hérna plassar út miðuna. Líka bara fellið. AK-in fellur, einhvern veginn upp eins og er. VJ tekur mann nr. 2. Næra bakka, næra smóka eftir sig en það er spurning hversu góð hugmynd það er. Það opnar flóðgáttunni yfir á AF. Finus fellur og þá er einungis 1 eftir inn í Donut. Þið sjá Bjarna.
Hérna það bara að lifa hérna. Þeir eru 3 eldan hérna, þetta alveg ómögulegt. Dinga Pappo. Dinga vissulega Pappo, en bomban liggur. Já, bomban liggur. Það var á Bjarna. Það rétt. Vanker þarf að draga eitthvað svakalegt hérna út til að klára þetta ránd. Víti og Pappo vissulega lágir. Pressi með vappan. Gæti skipt höfuðmáli hér. Lítur frá angulinu, VJ fallinn. 2 eftir til að finna. Pressir að halda angulinu. Mála fyrir þetta. Býður hann ekki Kíkir eftir undan mólanum? málanum. Getur hann náttúrulega er ekki... Ég veit ekki hvað setup er á þessu, hvort hann hefði brunnið þarna. Já, hann hefði brunni. Af hverju býður hann ekki bara eftir að mólinn blúmar? Já. Það eru stóru spurningarnir í lífinu, Tómas. 7-5, Kano. Bara þokkulega sáttir með hennar 7 ránd í fyrirháleik. Kano að gera frábælega CT-megin. 7-5, Vega þurfa pistol hér. Skulum ekki gleyma því að þeir unnu pistol í fyrri. Hérna kemur Nonni og ætlar að smoka hérna. Já, þetta er bara góða hérna. Þeir eru það inn í reddum. Reddu að fara að. Hún tekur einhverjum smókin. Vírus. Komir ekki að vera að reloada á meðan. Hvaða trúðalest þetta? Og það er bara pressa einn eftir hérna hjá sítispóluninu. Þurfa ekki að pústa þennan smók til að ná því frakki. Og tanka þarna nokkra kúlur frá glokkinu frá pressa. Smókur núna farinn, hann ætlar að kíkja í þá. Og þetta er ódýrt frakk sem að pressa er að gefa. Þetta væri eitthvað klöts hérna hjá pressa. Kann ekki að tala lengur, guð minn almáttugur. Hann er með bombuna. Vanker er inn í alobíinu. Mjög derfðir, hann getur fengið 1v1 senda ef hann leitar á réttu stöðum. Sá skuggan, Vanker, að veita á honum. Já, kallar hérna rótið yfir. Bjarni er að koma. Bjarni með krossin á hann. Auðvelt skot hjá Vanker og finnur fyrsta rándið. Smá skotið í líkið, en það er allt í lagi. Það er svona, hann típakar allavega ekki. Nei, vissulega. Er það ekki vest? Eða típakar og skýtur hann á meðan? Það er vest, sko. Já. Það er ultimate. Ultimate 5 MP9 á Vega. Ekki fjárfest neitt í nema einhverjum pekkum. P250s, engin armor. Þeir eru ekkert rosa hrifnir að því að kaupa armorið í second round. Ekki svo sem meta. Já, það taka bara svona hægt mid-tech. Bíðast í útilinu frá Vega og svo koma hérna út. Grípur í höstuna, heldur fljótur á sér og Bjarni og Vanker klára þetta round. Það er allt jafnt hérna í Ancient. Nú fáður AK-n á sig og er með 4 MP9. Vega mjög líklega að fara í eitthvað play hérna í City-megin. Hvort sem er pussi alobí hérna. Já, reynir jafnvel að pussa út rampin eða út cave. Það kemur allavega eitthvað, ég er nokkuð viss um það. Erfitt alltaf að halda bara inn á sæt með þessum MP9. Djúpur smókur, City-megin frá Vega. Það er ekki að mæta 3 mitt eins og það. Vírus ætlar ekki að klíra nonnanu sínum mér. Það gerir það. Sem betur fer. Vírus með frakki og þeir eru ennþá að halda leinunni eins og hershöfingjar. Halda Kano í burtu. Þetta er óþægileg staða og við höfum alveg lent í þessu. Þetta er hundleiðilegt að hanga þetta inn í lobbyinu. Vanker kannski sá hana. Gerði það. Droppar hann niður, plastið ekkert spes, en Víti allan að drífa sig í burtu. Hann er ekki hrifinn í að taka þennan fætt. Sem er satt smá skautið, Vanker bakkar inn á sæt með MP9, ekkert jútil og Víti á AK. Já, ég fíla þetta. Þetta er... Hérna komur út með... Stjáni Gulli tekur og Vírus sleppur ekki. Víti tekur hann út. Hann á að vita að það er annar þarna. Skiptir yfir AK, Víti misti af honum inn í dónutin, en það er ágæti setupið þegar fyrir Vega. Einn að pussa lobbyið, Stjáni Böksundur á hælunum, en nær allan að taka VJ vel niður.
En í Þeir eru að fara að miðjunni- bísa þetta meðan VJ bara með háa þetta. Nei, frakkinu er ekkert á bakvið þetta. Bjarni spottar þetta út og glæsilegt hauskot. Finus nær frakkinu. Hérna þetta er bombar að koma niður. Góðu smókur. Býður bara eftir að klippan er búinn og tekur frakkið á Finus. Grensan. Og Vanger klárar þetta. Ég held að pappa voru með þetta. En þetta voru rísa mistökja á Finus að heyra, láta hann svona augljóslega heyra í hann sig að klára klippuna. Já, þetta bara gerði rándið. Finus að spreykinu smókin. Að sjálfsögðu býður bara þannig til að klippan er búinn og pússar. Já, maður reynir þetta oft en ef maður er sniður og er að skjóta í gegn þá geymir alltaf nokkra kúlur. Já. Það leifur hann að heyra í klikkinu og svo hættiru, sér hvort eitthvað pússar í gegn. Já. En Finus hann kláraði bara alveg klippuna og hétt grípa sig með buxurnar á hælunum. VJ öflugur Kanomegin og hinum megin er að Vanger 16-8 á Vanger Þetta er Arus. Þetta er Arus og það eru tveir að halda. og Vappi. Og hann hittir ekki. Ég er mjög vel nær tveim en samt sem áður 4-3 og þeir eiga Vappa. Það er rétt. Finus á honum, hann er ekki þekktur Vappaspilari, þarf að fara að planta. Spotta þetta einn út, smá lítið eftir en þessar byssur gætu skipt höfuðmáli og þeir eru að fara inn í donut. Papo situr eftir og með Furious með hann í gegn. Eigaði smók. Finus þarf, ákveður er ekki búin að henda Vappanum að pressa. Smókur fyrir. Hann á greinu fyrir smókin. Og nú er stutt. Greinan er stutt. Vita Vappanum, fara bara á bombuna, bara fyrir diffuserinn. Ná frakkinu en já, Finus með 2 heldur Vappa en 9. rándið til Vega. Þetta var frábær sparandi og Kano, þeir eru mjög svektir að ekki unnið það, en þetta var samt frábært til að ná 4 byssum og bombi niður. Fyrir rándið hefur alltaf tekið í, en eftir rándið smá svektir, það ná ekki meira út úr þessu. Áhugavert samt að hendi þetta setup. Þeir vissulega voru að reyna að countera, þú veist að VJ er að koma inn í lobbyið og er að reyna að pikka Vanger trekk í trekk, en að lesa ekki peningin í þessu rándi, það var rosalega hættulegt að vera með þetta setup. Já, vildur þú hafa Magga bara passið úr línur í dag, kannski inn í kirkju? Hann er ekki staðsett sem svona ef hann hefði haldið að vera í röst. Já, þú veist, eitthvað spart. Serðu jútilið, og taka niður í ekki neitt, Bjarni særði nonnana vel og þeir ætla að fara lengra. Vita Finus að það núna, fastur í hotninu. Og Furious með Finus í gegn. Það er eitt komur upp á bíð. Vita hann núna. Blindur VJ og Papo fellur. Þetta var einfaldasta rándið hinga til fyrir Vega. Þannig að tókuður ætluðu að krönsa bara leinið og gott jútili og Vega sem að Bjarni var búinn að taka þarna, ég sá hvernig var einhvern veginn niður í mjög lítið og Vega taka bara clean round, akkurat það sem við þurftum núna. 5 ránd í röð og Kano konu með kaup aftur en pressan öll á þeim núna einar. Þetta er betur. Furious á 17. Lítið farið fyrir Vírus og Bjarna. Þetta er líka 2 menn sem eru búin að tímkilla sko. Já. Maður er alltaf að smá shame á það sko. Það kemur fyrir bestu menn. Já, ég nýfaði tímið í gerð. Bara held að... Í keppnisleik? Já. Æjæjæj. Já, þú veist, ég felldi hann ekki, ég bara svona... Hvernig fór leikurinn? Unnum. Móti? Ég má ekki segja nafnið í útsendingu. Þetta er smá kannski gallið með að vera að spila í neðri deildunum. Það er ekki filter á nöfnunum að liðunum þar. Og RuneScape. Já. Ég held að það sé anime og RuneScape, ég held að það sé betra. Já, heitir ekki hvað Já, það heita anime og RuneScape, já. Ég held að það veri hit, dótið. Hit dótið. Já, ég veit ekki alveg hvað, já. Ég ætla að tala um hit anime-liðið. Já. Gamalt anime-lið þar að segja. Já, sem var mjög gott alltaf í neðri deildunum í gamla daga. Já. Og var ekki, hvað heitir hann aftur? Sem var að spila með Hetti á þessu tímabili hana Disco. Kid Disco? Já, Kid Disco, var hann ekki í því liði? Hann var í Breiðablik líka? Já, Breiðablik í smástund. Í smástund, já, og einhverja 4 leikið. Voru það margir eða?
Já. Heldur verið 4. En við erum konar aftur live eftir pásuna. Og gott jútil þarna, voru að búast greinilega við russi upp rampin, hefði jútil þar. Skemmt þetta rótið alltaf í jútilinu, hvernig þið kastaði. Þeir eru hratt. Komið framlega í keifina og ætla að flassa hann inn. Ná, 2 niður, Furious með 2 risastór. Vankar eins og að lára eftir þessi viðskipti. Þetta er orðið mjög vinsælt að spreyja hann í gegn. En, ég er hrifinn að þessu. Furious að lörka niður rampin, Finus. Þeir hitta frábæra tímasendingu. Mjög hliðhóll, ætti að klíra út keifið hérna. Vankar. Þetta er góð staða. En nú er Kíkir afslætti. og er tekin út og farar á B. Keifið svo sem ekki slæm staða til að vera í. Bjarni fallið staðsynning hjá honum. Fritt kill og klárar þetta. Nam, takk fyrir mig Bjarni minn. Þetta var gríðarlega fallegt. Spilaði þarna vel á þá. Flestir hefur bara tekið eingólinn, 100% taka fyrsta sko, það er Já. ekki málið. En ég held ég hef gert nákvæmlega sem Bjarni þannig. Það var virkilega fallega staðsett. Já, bara tip-top Counter-Strike hérna. Spila tölurnar og já, líka bara gefa þessar auka 1,5–2 sekúndur fyrir rótitið að koma líka ef þú skildi falla. Einmitt, veit nákvæmlega hverju báður eru og þetta er fallegu Counter-Strike. Hérna komur út miðjun og samt Vankar sprengir smókin. Nær þeim ekki, sér þá samt. Lappa setti bara á Vírus í Bróki. Hoppar hann yfir, 1 komin inn á Papo. Það er að búið til pláss fyrir sína menn. Finus með frakkinn, Stjáni Guli er að skjóta frá sér. Einn að lörka smókinn inn á þetta var nýttugt! Nýttugt frakk hann. Stjáni Guli er bara, hann lítur að vera með bombur hann er ekki, ég sé það ekki. Já, hann er með bombuna. Já, Stjáni Guli alveg út á þetta ránd. Finus finnst þetta ekki gaman að vera að elta einhvern leikmann og Bjarni enn og aftur. Hann er að leika sér með Kano hér. Vega búin að vera bara óstöðvandi hérna í City, ekki búin að tapa einu einasta rándi og eru komnir á map og match point. Minnir dálítið á City-hálfleikinn í Dust 2 voru að gera nákvæmlega þetta. Þeir eru ekkert eðlilega spenntir að fá rematch á móti Dusty. Heldur betur aðeins öðruvísi Dusty-lið samt heldur en síðast. Aðeins öðruvísi, já, aðeins pingu. Aðeins píku. Smá. Ja, 2 leikmenn inn og út. En Kano er ekki búin að gefast upp hér. Það ætla að reyna rampinn síðust mér. 2 komið hratt upp. Vilt spreyja Bjarna, hann tekur 1 og er treytaður. Þetta koma er Vírus, tekur Nonna. Háspyrit frá því að hitta þessi grensa gæti verið góð, nei, gerir ekki mikið. Mollin hins vegar leifir rótitin að koma yfir. Counter Molli, Furious inn í cave. Óþægileg staða fyrir Terran að vera en þeir ætla að sækja á 5-una. Vankar fellur, 3-3. Stjáni Guli með 2, hérna kemur Diffusið inn og þar með Vega sem mæta Dusty á 5. næsta. Þarna erum við boys, get in! Stjáni Guli var bæði vegi frábær hérna í seinni City sérstaklega. Hann rauk upp skorbordi líka, við sáum hann að, ég held að hann verið með efstu mönnum hann í lokin. Virkilega sterkur, sérstaklega líka rándi hann undan því að hann vinnur bombuna hann inn í Alabí og gjörsamlega eyðilegur rándi fyrir Kano. En vá hvað ég er ánægður, Tommy. Þetta leit ekki sérstaklega vel út eftir fyrsta mapp en Vega eru komnir í undanúrslit. Já, þetta leit með þess að bara frekar illa út, bara gríðarlega illa og ég var ekki alveg viss um að hvar er Vega-liðið sem voru búin að horfa allt tímabilið, sérstaklega þarna þegar að þeir voru bara að láta rústa sér trekk í trekk. En hver er betri að segja okkur nákvæmlega hvað er að gerast en Vírus mættur á Og svæðið. pjakkin inn aftur maður, sælir vinnur. Blessaður, þetta var svo góður. Ég var seinast sem Máni sagði við mig var rýnaðið fyrir að hafa sett jakki viðtalað þetta í söguleikin. Þannig að þetta var gott. Hvað átti ég að taka Einari viðtalið? Nei, ég segi svona.
hann var alltaf að skráður í liði, sko. Þannig að Já, ég meina, ég vildi bara fá hann vega #1 fan, sko. Það er bara pjakkur. Það var skemmtilegt að fá Hlyn. Hann okkar peppari, sko. Og okkar helsti stuðningsmaður og það sem alveg hefði. Já. Ok, byrjum bara algjörlega á byrjuninni til hamingju með sigurinn og vera komin í undanúrslitin á móti Dusty, rematchi sem þú væntanlega vildir fá. 100%. Bara, þú veist, við sem vorum ekkert farin að uppstillinga strax, við klára Kano. Sást í þessum leikum og Kano voru bara drullu góður. Þessi núkleikur var ógeðslega erfiður. Kom okkur svolítið óvart og já, þannig að bara props to Kano að gefa okkur ekki að séri, sko. Já, byrjum kannski bara á byrjuninu og förum í bara map-vítóið. Komið ykkur dálítið á óvart að til dæmis fá ekki Vertigo third mappi ykkar? Sko, nei, þú veist, jú, við vorum búin að setja þessu þannig upp að þetta myndi vera núk, Vertigo, sem var núk, að Vertigo var að sitja með við þarna Dusty. En svo bara einhvern veginn í moment höfum við að pikka núk. Bara ætlum að pikka Vertigo, hann að koma að pikka núk og flóta Vertigo. Og þeir þetta bönduðu Vertigo, ég fyrir það ekki að það er alltaf góður, sko. Auðvitað að segja eftir að líka. Já, úti tekið hjá þeim, trekk í trekk, það er engi smókar, það voru bara einfætar og þeir voru gjörsamlega að rúst ykkur. Já, það er þeirra styrkleiki, þeir eru hetjur við hann, sko. Ég líka var bara ógeðslega seinna að kveikja á perinu, ég var að kaupa með deglvarma og það spækir að varpa, sem bara svona mannmat hjá mér í raun og veru. Ég finn þessu fórastón bara ekkert með, við finnum þessu fórastón. En ég hef keypt varpa fyrir kannski önnur saga en þeir bara spiluðu núkleik frábærlega, sko. Förum síðan yfir í Dust 2 og það virðist vera nýja mappið þitt, Vírus. Sko, Tommy, ég er með svona Dust 2, sko. Þetta er alltaf verið heimvöldi fyrir mig. Ég hugsa alltaf fyrir Dust 2 leiki. Þú veist, þetta er karrimappið mitt. Ég verð að performa hérna því að það er raun og veru mín ástæða til þess að vera í þessu vegi, sko. Og gott að það gekk núna. Segjast alltaf að það eru búið á. Já, ég meina, ég er alltaf hrifinn af því þegar að stjörnuleikmennirnir vita þurfa að stíga upp og þú gerði það heldur betur og ég held að við getum verið alveg sammála um það að gefa þér Dust 2 MVP en förum síðan yfir í Ancient. Sko, hérna var dálítið pressan komin dálítið á ykkur, búin að vera mappi undir, komið tilbaka í Dust 2. Ancient svona upp og ofan, hafið ekkert verið að spila rosalega mikið á leiktíðinni. Hvernig var tilfinningin farin í Ancient? Sko, tilfinningin var bara góð. Við erum að koma úr bara rosa sterkum Dust 2 leik og við erum rosa mikla trú okkar bara ability að mæta hvað mapp sem er og spila vel, sko. Við vitum alveg í Ancient við hvernig mann að spóka, sko, en það var ekki eins og við erum að koma inn í eitthvað, þú veist, algjört komum við að segja bara svona óþægilegt pick. Þannig að tilfinningin var bara góð. Síðan náttúrulega siglið þessu heim og eins og við töluðum í byrjun viðtals þegar að fara að mæta Dusty. Þetta var náttúrulega sárt tap í seinasta skiptið, endast náttúrulega í overtime með pingu viffi á Steppa Kóka frá þér. Ertu spenntur fyrir þessum leik núna á 15? Já, rosa spenntur. Þú veist, ástæðan okkur við spilum að leiki til að spila þessa stóru leiki. Okkur finnst þeir langt skemmtilegtir. Og við erum bara drullið til og þetta voru ógeðslega skemmtileg sería, það var gaman að mæta Dusty. Lítur eitthvað öðru sig á þessa seríu um til Dusty út af þessum leikmannabreitingum hjá Dusty eða er að fara að nálgast þennan leik bara á sama hátt? Já, þú veist, við erum bara fókus á að vera komin fyrir Dusty. Þú veist, þessi leikmannabreiting betri eða ekki betri, það ekki. Hún verður alltaf að betri lengur sem við spila saman. Ég held að pund fyrir pund að þetta hafi verið komið inn en ég veit það ekki, Bjarni og Árni eru flotti spilarar og þeir eru bara svona liðsspilarar og gera helling fyrir liðin sín, þannig að þetta er bara, já, þú veist. Tópas og Leif Pluff þar að segja. Ef að þið skilduð sigra Dusty núna á 15. næsta, væri það sætari sigur fyrir Bjarna til dæmis að mæta sínum fyrri liðsfélögum? Já, þú veist,
klálega það var alltaf saga á bakvið og við töpum mótið á tímabilinu og þegar okkur líður eins og átt að vinna og þannig að þetta er alveg leikur og Sætar að vera í Bjarna, ég held að hann sé alveg sama, hún langar bara að vinna. Ein spurning, hver er MVP seríunar? Þú fara að velja hann? Fara að velja sjálfa þig? Sæll maður, ég ætla að setja MVP-in á... Það getur ekki valið sjálf sig. Þessi gæi, ég myndi aldrei velja sjálf sig. Aldrei velja sjálfa Þá hann hefur 30 á alla 3 leikina, hann er alltaf að valið einhvern annan. Það er alltaf næs. Já, sko, Bjarni kollaði okkur í 5 terrandan í einsett alveg bara eiginlega på sitt einstæmi. Og við þurftum svo sannarlega með halda þó svo ónæs en bara, við þurftum svo nátt, þetta var alveg Núleikurinn mót var sko, við töpum þegar spilin, það var kannski ágættur í þeim leik, en þarna, setja þetta á Bjarna. Bjarni MVP, ein loka spurning áður en við kveðjum, er road to second place fyrir Vega real? Já, ég meina við erum alltaf á second place, við veitum hvernig þetta er. Nákvæmlega, takk hérlega fyrir þetta og við sjáumst á 5. næsta. Ok, við takkar þér bless. Ég hefði getað spjallað hann í klukkutíma sko. Já, líka bara fyrir ekki brosið að þessu manni, sko. Æðislegu drengur hann ekki. Lífsgleði. Heldur betur. Ok, núna erum við komin með bracketin okkar alveg uppsettan eins og hann mun spilast í næstu viku. Við kannski fáum hann upp á skjáinn. Og það er á þriðjudaginn næsta Þór Ármann, óvæntur sigur Ármanns á móti Sögu. Þrátt fyrir að liðin voru hlið við hlið, þá var Ármanns liðið dálítið vængbrotið eftir þessa leiktíð og Þórsarar fá að mæta þeim. Ofvirku væntanlega mjög spenntur fyrir þeim leik, var frábær á móti Sögu. Já. Ég ætla að vona sér spennt fyrir þessu leik. Ég er líka að vona að vatni með hann eitthvað svona innra barnið hans vatni aftur. Já. Og hann langi bara að minna á sig eins og hann var í gamla daga og gjörsamlega að rústa Þór. Af því að þeir þurfa ógeðslega stóran ofvirk í þessu leik. Það er bara þannig. Þú kemst ekkert upp með að Óli sé ekki að rústa á móti Þór. Nota bene, það vantar, þú veist, ef engin rafleiði til dæmis í liði Þórs, þá eru þeir automatíkli með betri vappan á serverunum. Því að Óli ofvirkur er bara topp 2 vappi eiginlega bara alltaf. Já, og líka, þú veist, það er ekki vappi sem er að fara eitthvað að læra á mótir hann eða eitthvað þannig. Hann er bara að spila 100% á tilfinningu og tilfinningin hans er bara það góð og hann er alltaf góður þegar hann er virkilega inn í leiknum, þar að segja. Já, nákvæmlega, og síðan er það á 5. 14. nóvember, afmælisdaginn minn. Þú kemur kannski með gjöf, kannski eitt Red Bull eða eitthvað, ég veit ekki. Dusty Vega, rematchi sem að, já, fyrir leiktíð er ekkert sérstaklega svona eitthvað, hvað þetta væri til að sjá þetta aftur, en ég væri til að sjá þessa seríu aftur. Hún var geggjuð, aðeins öðruvísi Dusty-lið, en Vega-lið, þeir eru komnir til að leika. Já, líka, þú veist, bara mappúlið virðist vera að voruð alltaf öðruvísi eftir þessi nýju leikmenn komin hjá Dusty, þannig að við sjáum örugglega unnum upp heldur en gerðum síðast við sáum þessi liði spila, þannig að þetta verður bara geggjuð sería og ég er mjög spenntur að horfa á. Ég verði eiginlega bara óstressaður að horfa á Vega spila, segjum svo ég bara, ef ég væri með eitthvað svona Garmin úr sem ég geti talið skrefi mín hérna, þá er ég örugglega komin upp í 10.000 bara í þessari útsendingu, bara að labba hérna fram og tilbaka, þetta er alveg fáránlegt. Það er fínt að vera fóturinn svo lengi, þetta brennir vel, góðum kaloríum, það er bara svona. En þar með höfum við það eru undanúrslita leikirnir okkar, það er Þór á móti Ármann og Vega á móti Dusty í næstu viku, síðan ekki missa af því að það er úrslitakvöldið 16. nóvember og það fara að bóka borð og gera ykkur til, hafið saman alla vinina og mætið á svæðið. Takkum hella fyrir okkur í kvöld og við sjáumst aftur á þriðjudaginn næsta. Takk fyrir.
Bye.